Komið þið sæl, ágætu fundarmenn, verið velkomin á Hótel Ark. Ég heiti Guðríður Oddnegard og formar HSK og hleyp hér í forföll fyrir fundarstjóran sem átt að vera. Býð ykkur öll hjartalega velkomin til fundarins og einnig ykkur sem fylgist með í streymi. Mér hefur verið falið af bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að stýra fundi hér í kvöld. Það sameiginlegt verkefni okkar sem hér að gera þetta góðum og uppbyggilegum upplýsingafundi. Hér í upphafi rétt að fara yfir tilurð og boðun þessa fundar. Undirskriftasöfnun var sett af stað þar sem óskað var eftir borgarafundi íþróttaaðstöðu í Hveragerði. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá þarf að minnstakosti 10% kosningabærra íbúa að óska eftir fundi. Á kjörskrá voru 2504 þegar undirskriftasöfnunin fór fram og því þurftu 250 að skrifa undir. Undirskriftir voru í heild 281 sem fullnægjandi fjöldi og uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að fundurinn sé haldinn. Samkvæmt þeim lögum sem gilda slíka fundi, þá skal eingöngu taka til umræðu þau mál sem óskað eftir í undirskriftasöfnun og samkvæmt fundarboði. Nánar verður gerð grein fyrir því hér á eftir af ábyrgðaraðila söfnunarinnar Írisi Brá Svavarsdóttur. Eins og ég sagði áðan, þá verður hér eingöngu rætt tilgreint fundarefni, það íþróttaaðstöðu í Hveragerði. Önnur málefni eru ekki hér á dagskrá og verða því ekki til umræðu. Fyrirkomulag fundarins verður þannig að fyrst talar ábyrgðaraðili undirskriftasöfnunarinnar. Síðan eru fulltrúar frá þeim stjórnmálaflokkum sem eiga sæti í bæjarstjórn Hveragerðis, auk fulltrúa frá íþróttafélaginu Hamri. Hver fyrir sig fær 10 mínútur til þess að ávarpa fundinn. Að því loknu verða leyfðar fyrirspurnir úr sal undir stjórn og með hljóðnema. Og það afar mikilvægt fyrir þá sem heima sitja að þeir sem ætla að leggja fram spurningar tali í mikrofóninn og segi nafn sitt og þetta sé gert hátt og snjallt. Að því loknu verða leyfðar fyrirspurnirnar og ég bið að sjálfsögðu alla sem hér eru að gæta fyllsta kurteisi og vera málefnaleg í öllum sínum málflutningi. Stytta mál sitt eins og kostur til þess að sem flestir og allir helst sem vilja komast að geti gert það. Við stefnum að því að ljúka fundi ekki síðar en klukkan 10. Og ég býð fulltrúa ábyrgðaraðila söfnunarinnar að halda stutta tölu tilefni undirskriftasöfnunarinnar. Gjörðu svo vel, Íris Brá Svavarsdóttir. Góða kvöldið og velkomin á borgarafundum íþróttaaðstöðumál í Hveragerði. Íris Brá heiti ég og er ábyrgðarmaður undirskriftasöfnunar sem var undanfarið þessa borgarafundar. Mér langar að þakka ykkur fyrir að koma og samstöðuna sem hefur myndast í kringum þennan fund. Eins og við öll vitum að þá hafa íþróttaaðstöðumálin verið í ólestri eftir að Hamarsvöllur fauk fyrir tæpu 2 árum. Ýmsar hugmyndir hafa verið uppi hvernig þessi mál verða leyst en margt hefur verið óljóst í þeim efnum. Þá hafa hugmyndir verið reifaðar og unnar ansi langt án jákvæðrar niðurstöðu en væntanlega teljandi kostnaðar, auk þess sem mikil tími hefur farið í lítið. Þess vegna sá ég ástæðu til þess að óska eftir þessu fundi. Sem íbúi og skattgreiðandi Hveragerðisbæjar finnst mér mikilvægt að huga sig að lýðheilsu og öryggi barna, auk annarra sem aðstöðuna nota, ásamt því að fjármál bæjarins og framtíðarskipulag séu ljós bæjarbúum með opna og gagnsæja stjórnsýslu í forgrunni. Að þessu sögðu vil ég varpa boltanum til kjörinna fulltrúa Hveragerðisbæjar, auk fulltrúa Hamars og það einlæg von mín og þykist ég vita þeirra fundagesta sem tóku frá tíma hér í kvöld til þess að mæta
að við borgarar Hveragerðisbæjar verðum upplýstar í fundalok hvað framundan í íþróttaaðstöðu málum bæjarins. Takk fyrir. Takk fyrir, Íris. Og þá fyrsta mælendaskrá hér, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir frá meirihluta bæjarstjórnar Hveragerðis. Kæri fundarstjóri og kæru fundargestir. Kjarkur, hugrekki og segla eru eiginleikar sem við mannfólkið vinnum með í gegnum lífið. Við tökumst á við fjölmargar áskoranir en með þeim skapast tækifæri. Hér erum við mætt til að ræða framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hveragerði. Á fundi bæjarráðs Hveragerðis þann 10. ágúst 2023 var samþykkt tillaga að ráðast í gerð gervigrasvallar. Á sama fundi bæjarráðs var einnig samþykkt tillaga að leigja atvinnuhúsnæði til bráðabirgða fyrir inniíþróttir. Markmiðið var að bæta sem allra fyrst þá aðstöðu til inniíþrótta eftir fall Hamarsallarinnar og þar til varanleg lausn komin upp. Á þeim tíma var einnig samþykkt að skoða fleiri kosti til uppbyggingar varanlegra íþróttamannvirkja, svo sem stækkun íþróttahús við Skólamörk. Þau gleðitíðindi færi ég ykkur af því að nú hefur skapast sátt í bæjarstjórn uppbyggingu íþróttamannvirkja. Mér langar næstu til að biðja ykkur að klappa fyrir því, en kannski biðið betri tíma. Markmiðið að skapa góða aðstöðu til íþróttaiðkunar sem samstaða og nær fram sem mestri sátt í samfélaginu. Samhliða skoðun á atvinnuhúsnæði fyrir inniíþróttir fór fram skoðun á viðbyggingu við íþróttahúsið við Skólamörk. Sú athugun hefur leitt til þess að allir bæjarfulltrúar eru sammála að hagkvæmara sé til lengri tíma litið að reisa viðbyggingu við núverandi íþróttahús og hætta við leigu á atvinnuhúsnæði til bráðabirgða fyrir inniíþróttir. Stefnt að því að framkvæmdir hefjist á árinu 2024 og að húsið verði komið í notkun árið 2025. Greining hefur leitt í ljós að hægt að koma upp nýjum íþróttasal í fyrsta áfanga fyrir 605 milljónir króna auk kostnaðar við hönnun. Í síðari áfanga mun þessi salur nýtast til keppni og vera jafnframt með áhorfenda aðstöðu. Varðandi áformin gervigrasvöll hefur bæjarstjórnin einnig áhuga á að kanna hvort grundvöllur sé til samstarfs við Íþróttafélagið Hamar framkvæmd og uppbyggingu gervigrasvallar og í framhaldinu rekstur félagsins á vellinu. Bæjarstjórnin öll hefur fundað með fulltrúum framkvæmdastjórnar Hamars sem tóku vel í ofangreindar hugmyndir. Fulltrúar Hamars lögðu áherslu á áhyggjur sínar varðandi aðstöðuleysi fram að því. Bæjarstjórn deilir þeim áhyggjum. Aðstæður eru ekki eins og bestur á kosið. Það staðreynd. Það býður okkur það verkefni að brúa bilið fram að því að hægt sé að taka nýtt íþróttahús til notkunar. Og þetta verkefni leysum við í sameiningu. Við munum áfram þurfa á góðri aðstoð nágranna sveitarfélaga að halda eins og að undanförnu. 3 tillögur vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja verða lagðar fyrir bæjarstjórnarfund þann 14. desember næstkomandi og hefur fundaboð nú þegar verið sent út. Í fyrsta lagi má nefna tillögu að hætta við að taka leigu á leiguhúsnæði fyrir neðan þjóðveg. Í öðru lagi tillögu að kanna hvort grundvöllur sé til þess að Hamar komi að uppbyggingu gervigrasvallar og í þriðja lagi tillaga stækkun íþróttahússins við Skólamörk. Það þarf kjark, hugrekki og seglu til að komast í gegnum þessa áskorun. Stöndum saman þessa mikilvægu uppbyggingu til framtíðar, samfélaginu í Hveragerði til heilla. Takk fyrir mig. Takk
Jóhanna fyrir þitt innlegg og hún talaði 3 mínútur og 40 sekundur. Þá komið að að Eyþóri Ólafssyni sem talar hér fyrir minnihluta bæjarstjórnar Hveragerðis og hann hefur til þess 10 mínútur. Takk Gauja og gaman að sjá hvað eru mörg hérna í dag og þið sjáið að ég í góðum hópi, eini kallinn í þessum hópi, þannig að það fer vel mig hérna uppi. En já, þann 22. febrúar 2022 fyrir tæpum 2 árum síðan rifnaði dúkurinn á Hamarshöllinni í slæmu veðri sem var til þess að hann eyðilagðist og lagðist niður. Síðan höfum við Hvergerðingar verið án þeirra frábæra aðstöðu sem þarna var í heil 10 ár. Þá þegar farið ég að skoða orsakir þess að svona fór og athuga með úrbætur sem gætu komið í veg fyrir að dúkurinn gæfi sig aftur. Þessi leiðinda atburður varð skömmu fyrir bæjarstjórnarkosningar í maí þetta sama ár og í framhaldi af mikilli og á köflum mjög neikvæðri umræðu sem varð eftir tjónið á dúknum ákvað meirihluti bæjarstjórnar að bíða með að staðfesta pöntun á nýjum dúk fram yfir kosningarnar. Ljóst var að stærstu hluti fjárfestingarinnar í Hamarshöllinni stóð og stendur enn og að tryggingabætur myndu að mestu og öllu leyti standa undir endurnýjun dúksins og lagfæringum og öðru sem tjónaðist. Niðurstaða kosninganna var síðan afgerandi sú að þáverandi meirihluti tapaði og nýr meirihluti var myndaður. Verkefnið að lagfæra Hamarshöllina eða koma upp annarri aðstöðu var því í höndum nýrar bæjarstjórnar og sérstaklega í höndum hins nýja meirihluta. Skemmst frá því að segja að Hamarshöllin hefur ekki verið endurnýjuð ennþá, hvorki í fyrri mynd né nýrri mynd og engin önnur aðstaða hefur risið í staðinn. Nýr meirihluti andvígur því að endurnýja dúkinn og vill fara aðra leiðir. Ýmsar hugmyndir hafa verið uppi bæði varanlegt hús á grunni Hamarsallarinnar og leigu- og iðnaðarhúsnæði fyrir neðan þjóðveg. Það hefur farið mikil tími og fjármunir í skoðun á þessum hugmyndum og enn hefur það ekki leitt til niðurstöðu. Á fundi bæjarstjórnar þann 3. apríl síðastliðinn þegar ákveðið var að hafna öllum tilboðum í nýja Hamarshöll og varanlegum byggingarefnum vegna þess hve há tilboðin voru, bókuðu fulltrúar D-listans eftirfarandi. Fulltrúar D-listans vilja fara í framkvæmd sem fjárhagslega raunhæf fyrir sveitarfélagið, tekur stuttan tíma og mætir þörfum íþróttafélagsins og annarra notenda aðstöðunar. Við erum tilbúin að skoða ýmsar leiðir í því sambandi en bendum til dæmis á gervigrasvöll í fullri stærð, viðbyggingu við núverandi íþróttahús eða loftborið hús. Við fulltrúar D-listans í bæjarstjórn ákváðum síðan að reyna að höggva á þann hnút sem málið var komið í með eftirfarandi tillögu á bæjarstjórnarfundi þann 1. nóvember síðastliðinn í samræmi við stefnuskrá listans fyrir síðustu kosningar. Og hefst tilvitnun. Fulltrúar D-listans leggja til að fallið verði frá áformum meirihlutans leigu- og atvinnuhúsnæði fyrir neðan þjóðveg sem notast á sem íþróttamannvirki. Í stað þess leggja fulltrúar D-listans til að þegar í stað verði ráðist í hönnun og byggingu viðbyggingar við núverandi íþróttahús við Skólamörk. Viðbyggingin verði hönnuð í samvinnu við íþróttafélagið Hamar en almennt miðað við að hún nýtist sem flestum íþróttagreinum. Og síðan var eftirfarandi greinargerð með þessari tillögu. Allt frá því að meirihluti bæjarráðs samþykkti tillögu síðasta sumar leigu- og atvinnuhúsnæði fyrir neðan þjóðveg til íþróttaiðkunar hefur skapast mikil óánægja í samfélaginu með þá ákvörðun. Bent hefur verið á að mikil hætta geti skapast fyrir iðkendur þegar þeir ferðast til og frá íþróttamannvirkinu. Og auk þess að ræða athafnasvæði sem ekki skipulagt fyrir íþróttamannvirki. Með tillögunni fylgdi engin kostnaðaráætlun en ætla má að leigukostnaður á 4 árum yrði 70 milljónir króna, auk kostnaður við að gera húsið hæft til íþróttaiðkunar. Varðandi rekstrakostnað á húsinu má ætla að starfsmannakostnaður verða á bilinu 60 til 80 milljónir á 4 árum, auk annars rekstrakostnaðar. Viðbyggingin sem hér lögð til gæti verið 700 fermetrar að stærð og eftir samtölu við fagaðila má ætla að byggingarkostnaður verði 500.000 fermetra eða samtals 350 milljónir króna.
Og þetta hefur verið sýnt fram á og það hefur við höfum fengið þau viðbrögð á þessar tölur að þær séu mjög nærri lagi og jafnvel ívið og háar ef eitthvað er. Allavega miðað við það sem að nú er talað um því að húsið sem að ætlunin er að fara í núna er mun stærra. Nú hefur þessi hugmynd semst þróast talsvert og er nú svo komið, nú hætti ég að lesa úr tillögunni og greinargerðinni, en nú hefur þessi hugmynd þróast talsvert og nú er nú svo komið að samstaða er í bæjarstjórn að fara í viðbyggingu íþróttahúsið og að hún rísi svo fljótt sem auðið er. Verður þessi tillaga væntanlega kynnt betur hér á eftir og Jóhann er í rauninni kannski búinn að gera það en við höfum ekki séð teikningar eða myndir af þessu ennþá. Ég veit ekki hvort að það er möguleiki hér á eftir. En já. Og vonumst við fulltrúa D-listans til að þetta verði til að skapa sátt aðstöðumál íþróttana allavega að einhverju marki, en ljóst er að þessi framkvæmd, ef af henni verður, mun taka nokkur tíma og meðan verður erfitt að halda úti ásættanlegu íþróttastarfi. En vonandi tekst það þó sem best með góðum vilja allra aðila. Takk fyrir. Takk fyrir Eyþór, hann nýtti rúmar 6 mínútur og þá er komið að fulltrúa Hamars, Guðjónu Sigurðardóttur. Gjörðu svo vel. Komið í sæl. Fundarstjóri og aðri gestir. Guðjóna Björk heiti ég, gjaldkeri Hamars íþróttafélagsins. Ég stend hér í fjarveru formannsins Þorsteins Ragnarssonar sem ber ykkur bestu kveðjur frá Manchester. Já. Vist eitthvað svo á hlið? Vist ég þurfa að vera einhvern veginn svona? Já. Þetta er fínt. Það er að verða komin 2 heil ár síðan að Hamarshöllin féll í óveðri í febrúar 2022 og enn erum við ekki komin með hús. Hvað hefur gerst? Tillaga 1 fól í sér glæsilega og metnaðarfulla Hamarshöll. Stór glæsilegt alhliða íþróttahús sem fór alla leið í útboð. Niðurstaðan var smá klúður því fjárhagsáætlunin fór ekki saman við útboðsgögn og því var kostnaðurinn óviðranlegur og því var öllum tilboðum hafnað. Við vorum síðan upplýst að farið yrði samningaviðræður við aðilana en við fengum í raun aldrei að vita hvernig þær viðræður hefðu endað. Algjör þögn ríkti svo framhaldis og mánuðum skipti þrátt fyrir ítrekar óskir okkar svör. Fyrir sirka hálfa ári síðan vorum við svo boðið aftur á fund meirihlutans. Þá var tillaga númer 2 sett fram. Þar var okkur kynnt sú ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar að tekið yrði á leigu iðnaðarhúsnæði í innahverfinu í hverfi fyrir neðan þjóðveg. Þessari skemmu átt að breyta í fjölnota íþróttaaðstöðu og átt að hýsa starfsemi blak, badminton og fimleikadeildar. Einnig átt að ráðast í framkvæmdir við gervigrasvöll við grunn gömlu Hamarshallarinnar. Íþróttafélagi lét þá í ljós áhyggjur sínar þar sem hvorki var sett fram tíma né kostnaðaráætlun né var búið að gera samning við verktaka. Einnig voru samgöngu og öryggismál óleyst. Ljóst var samkvæmt hönnun og stærð að hún þjónaði alls ekki öllum deildum, þó einna helst fimleikunum. Það má því segja að notagildið hafi verið takmarkað. Íþróttafélagið hefur ekki farið varhluta þeirri gagnrýni sem staðsetning þessa hús hefur fengið með tilliti til öryggis okkar dýrmætasta fólks, enda var sú vinna algjörlega ófrágengin. Ósamið við vegagerðina, skipul og hönnun og lýsing ófrágengin. Gervigrasvöllurinn átti að vera klár næsta sumar en þar eru framkvæmdir ekki hafnar og ólíklegt að sú tímasetning standist héðan af. Morgunin eftir var þetta keyrt í gegnum bæjarráð og tilkynnt bæjarfulltrúum. Á 5. daginn síðastliðinn var svo fulltrúum Hamars boðið á fund með bæjarstjórn þar sem framkom tillaga númer 3. Samkvæmt þeirri tillögu þá hefur verið hætt við skemmuna og byggja skal hús / viðbyggingu við íþróttahúsi í Skólamörk. Verulega flott lausn sem myndi henta íþróttafélaginu mjög vel þar sem komið til móts við þarfir allra deilda og keppnisaðstæða í boði. Staðsetningin frábær þar sem húsið hluti af miðju, skóla, sund og leikvalla.
En hvað hefur Íþróttafélagi Hamar við þetta að athuga? Jú, þetta er tillaga númer 3, gleymum því ekki. Þetta eru líka ennþá orðin tóm. Það er engin kostnaðaráætlun komin, það er engin tímaáætlun og tímafaktorinn er bara verulega óráðinn. 2 ár, 3 ár, nýtt kosningatímabil, það á eftir að klára hönnun, það á eftir að klára fjármögnun, gera skipulagsbreytingar, bjóða þetta út, semja við verktaka og væntanlega vinna verkefnið. Alls konar ófyrirséðir áhrifaþættir sem hafa áhrif á tímann og á meðan líður einmitt tíminn. Hvar eiga iðkendurnir að vera á meðan? Þeim fer fjölgandi. Fimleikarnir halda til í Þorlákshöfn og það er bara mjög lítið pláss fyrir knattspyrnuna. Það er ekki einu sinni pláss fyrir knattspyrnuna inn í skólamörkinni og tímarnir fáir á sunnudögum á Selfossi og plássið er löngu sprungið í skólamörkinni. Eitt af þeim verkefnum sem Hamar setti fram til þess að koma á móts við Hveragerðisbæ var að koma fram með fjölgunarverkefnið fyrir nemendur í 1. og 2. bekk. Þannig að hægt var að losa verulega pláss í húsinu og það verkefni hefur gengið mjög vel. Forsenda þess að geta haldið áfram með þetta verkefni var styrkurinn frá Hveragerðisbæ til að tryggja að deildirnar myndu ekki tapa tekjum vegna þessa verkefnis. Þessi styrkur er í raun algjör forsenda þess að hægt sé að halda þessu verkefni áfram á meðan að það er húsnæðisskortur. Og við þurfum tryggingu fyrir því að sá styrkur verði áfram en það liggur ekki fyrir í dag. Á þessum fundi þá lagði Hamar til við bæjarstjórn að á meðan að verið væri að bíða eftir húsi og ég bendi á að tímafaktorinn er algjörlega hulinn á þessum tímapunkti að knattspyrnuvellinum yrði undirstrikað seinkað en búblan yrði blásin aftur upp undirstrikað tímabundið svo að hægt væri að tryggja öllum aðstöðu á meðan að verið er að byggja íþróttahúsið. Kostnaðurinn er sá sami svo ekki væri að stofna til auka kostnaðar. Bæjarstjórnin hafnaði þessari hugmynd okkar. Vissu þið að síðustu helgi þá þurfti að kalla reglulega keppendur úr knattspyrnuleik út í bíl til þess að hlýja þeim af því að þeim var svo kalt. Vissu þið að það fóru 6 klukkustundir í að ræða við mann og annan til að færa og breyta leikjum vegna kulda. Það er líka voða einfalt fyrir bæjarfulltrúa og bara alla að segja að það sé ekkert mál að fara bara niður í Þorlákshöfn. Það er bara heilmikið mál í reynd og getur bara heilmikið farið eftir aldri barna. Þetta er tímaþjófur og yngstu börnin verða þreytt á þessu og þjálfararnir líka. Knattspyrnuvöllur er ekki forgangur á þessum tímarpunkti, heldur að koma öllum iðgjöldum allra deilda inn í hús. Svo staðan í dag er að eftir tæp 2 ár erum við með 3. tillöguna, enga áætlunargerð, enga lausn á tímabundnu úrræði og Hamar hefur því áhyggjur. Iðgjendur orðnir þreyttir, foreldrar orðnir þreyttir og þjálfarar líka. Ég held reyndar í því samhengi þá megi hrópa húrra fyrir starfi þjálfara sem hafa lagt sig fram í þessum erfiðu aðstöðum við að láta hlutina ganga upp. En húsið sem liggur fyrir í dag er flott á teikningum og við styðjum þá byggingu. Takk fyrir. Takk fyrir þitt innlegg, Guðjóna. Núna erum við búin að hlusta á sjónarmið meirihluta og minnihluta og fulltrúa Hamars og þá er komið að kynningu. Það er Sóley Jónsdóttir frá Alark Arkitektum sem ætlar að kynna hér eitthvað spennandi og nýtt fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Sóley. Og Guðjóna náði rúmum 6 mínútum. Komið sæl, Sóley heiti ég eins og koma fram áðan og það er Jakobs Lyngdal sem hefur verið að vinna í þessu og vann þessa kynningu en hann er erlendis því miður. En ég ætla að fara í gegnum þetta og reyna að sýna ykkur hvað er búið að gera. Við erum búin að fara í gegnum margar tillögur og þangað til koma þessu eins og hefur komið hérna fram áður. Reyndar köllum við þetta 2C og D en
áðan var sagt 3, þannig að við skulum bara kalla þetta C og D. C er þá fjölnota æfingahús og D fjölnota keppnishús. Núverandi hús er lítið og lágt, þannig að það er ekki hægt að keppa til dæmis í blaki og badminton í því. En við erum búin að gera tillögu að stækkun á því, þannig að núverandi hús nýtist áfram og kannski ekki haft þetta hérna. Þannig að núverandi hús nýtist áfram og stækkun verður fyrst sinn, eða stækkun C verður fyrst sinn bara æfingahúsnæði, en í síðar áfanga þá verður hægt að, sem er þá D, þá er hægt að verður byggð forbygging og sem að verður þá aðkoma að húsinu með þannig að verða keppnishúsi. Hérna er þá komin tillaga 2C sem er 1467 fermetrar og áætlaður kostnaður 605 milljónir. Hérna gerum við ráð fyrir til þess að hægt sé að æfa fimleika, þá þarf stökkfimleika, þá þarf að vera gryfja í húsinu og það var búið að gera margar tilraunir með að hafa inn í gamla húsinu en þá myndi það skemma alla notkun á því, þannig að það endaði í þessari, ég hefði þurft að geta bent á þetta. Já, svona ég get nota bent til það. Þannig að þetta er allt hérna stækkunin og þetta hérna er gamla húsið. Og hérna myndi þá vera að koma gryfja, þannig að hægt sé að æfa hérna stökkfimleika sem ekki er hægt í gamla húsinu, því að gryfja í gamla húsinu myndi alveg eyðileggja það. En hérna... En þó að aðeins ég búið að byggja hérna fyrsta áfanga, þá er hægt að nota gamla húsið sem keppnishús og nota gömlu stúkuna sem er hér yfir. Og þannig að þá er það opnað á milli gamla og nýja hlutans og þá er hægt að taka tilhlaupið fyrir stökkin úr nýja hlutanum og yfir í gamla þó að áhorfendur séu hér. Og þá er hægt að nýta þennan hluta fyrir hópfimleika dansgólf. Svo er stækkunin til að D og þá er áætlaður kostnaður 800 milljónir króna, þá er það fullbúið og 1885 fermetrar og þá er þetta orðið að fullkomnu keppnishúsi með því að byggja hérna við aðkomu fyrir áhorfendur og þá kæmu hérna áhorfendapallar sem eru útregnir, hægt að leggja á saman eins og sýnt er hér. Hérna er verið æfingaaðstaða og sýnt alveg heildina af því sem það er hægt að setja inn. Það er alltaf opnað milli nýja og gamla hússins og það er nýtt hérna búningsaðstaðan í gamla húsinu, en það er ekki hægt að keppa með því að hafa gömlu aðkomuna. Þannig að við erum að gera nýja aðkomu hér til þess að þeir sem koma að horfa á, að þeir komist hérna framhjá og trufli ekki æfingasvæðið. Ég ætla að minnka þetta. Það er ekki að gera svona.
betur hann að koma og... Ætla að minka það. Já, það er tvísmyndlar. Já, það er kannski það lúsast bara. Hérna, þau minka það meira. Já, svo að sjást allt blaðið. Ég er greinilega ekki stjórnmálamaður því ég er ekki mjög vön að kynna á svona stóru fundum. En ég vona að taki viljan fyrir verkið og skiljið eitthvað sem ég er að reyna að segja ykkur. Þetta er neðar. Já, ég er að, hérna, ég ætla að fara, jú, þetta er búið. Já, hérna sést heildin, sko. Ég ætla að nota bendilinn bara. Hérna sést sniðið í gegnum húsið, þá sést, hérna eru gömlu áhorfendabekkinir og hérna eru nýju. Húsið er hærra, þannig að þetta keppa bæði í blaki og badminton sem var ekki hægt í gamla húsinu. Það er hægt að hafa keppni þess vegna á báðum stöðum í einu, bæði í gamla húsinu og nýja húsinu. Og hérna í keppni þá er þessi gryfja, hún er bara fyrir stökkíþróttir og hún er ekkert notuð í keppni, þá bara kemur keppnin hérna í þessu bláa hérna og hópfimleikar á gólfi hérna þá. Hér er sýnt þegar keppni án þess að sé búið að byggja við hérna, þá er hægt að keppa með gömlu áhorfendapöllunum hérna og opnað á milli, þannig að það er hægt að taka tilhlaupið alveg hér úr nýja húsinu og inn í gamla. Þannig að nýtist sem keppnishús þó að sé ekki búið að byggja númer D. Hérna eru sýnt bara þeirra æfingar, þá eru bekkirnir settir rúllaðir saman hérna eftir að búið að byggja alla heildina og þá er hægt að æfa á öllu þessu svæði hér, ýmsar íþróttir. Það er næsta fyrir maður. Já, hérna, svo eru sýndar bara, þarna eru sýnd hvernig er hægt að koma fyrir körfuboltavöllum, þess vegna væri hægt að koma tveim samhliða hérna og þá væri hægt að æfa á 3 í einu þess vegna. Og það er hægt bæði eftir að við búið að byggja þetta og fyrir. Og svo næsta tekník. Hérna er sýnd fyrirkomulega á blakvöllum, bæði með nýrri viðbyggingu og án, að það nýtist alveg eins, hvort sem en þetta er bara þá æfingar og ekki keppni. Og þá er hægt að koma á blakvöllunum svona fyrir og æfa á mörgum stöðum í einu. Já, þetta bara sýnir hvernig mismunandi er hægt að raða upp og æfa fjölnóta í einu. Og meðan að mér skilst að það sé mjög þröngt í kringum gamla körfuboltavöllinn, þannig að ef það er keppni þá er hægt að opna á milli. Þannig að dómarar komist, ef þeir eru búið að opna vegginn hérna á milli, þá komast dómarar og aðrir á hliðarlínuna, þannig að það verður rýmra keppni í gamla húsinu.
Svo næsta þessi. Hérna sjáum við afstöðumynd af húsinu í landslæginu. Hérna er gamla íþróttahúsið, þetta er nýja og þetta er viðbyggingin sem þarf til að þetta verði fullgilt keppnishús. Hérna er skólinn og Fljótsmörk og Breiðamörk og hér er bílastæði, bæði hér, hérna við og svo hérna fyrir ofan. Hérna. Svo að koma bara rýmismyndir af húsinu í umhverfinu. Húsið er ekki full hannað, en þetta er svona það rými sem það myndi taka í umhverfinu. Þessi fyrri mynd er án keppnisaðstöðu viðbyggingarinnar og þarna er keppnisaðstöðu viðbyggingin komin. Svo bara áfram. Þetta eru rýmismyndir frá mismunandi sjónarhornum í kringum húsið. Þetta er séð frá Breiðumörk eftir göngustignum. Það er sama hvort svo þetta er síðasta. Þetta er þá frá Skólamörk, ásýndahúsið. En þetta er ekki fullhandlað, þetta er bara á algjörtillöguformi. Takk fyrir. Takk fyrir Sóley og að því við erum svo góðum tíma þá ætlum við að gefa áður við tökum til við að tvista, tegja búkin og hrista, 5 mínútna kaffihlé. Fyrir þá sem drekka kaffi svona seint á kvöldin, aðri geta nælt sér kannski soðið vatn og te. 5 mínútur.
Þá þarf hann að kveikja, hann er búinn að því núna. Heyrðu, ágætu fundamenn, þá er komið að fyrirspurnum, vangaveltum og hugmyndum sem þið hafið úr sal. Og hér er Helga Kristjáns og Íris með mæk. Og þegar þið takið í honum og talið í hann, þá þurfa að tala hátt og skýrt og alveg upp við, svo að fólkið heima í stofu heyri ykkar spurningar, ekki bara svörin úr pontu. Og þá hefjum við leik og ég minni á að það er aðeins þetta eina fundarefni sem er til umræðu, það er íþróttaaðstöðumál í Hveragerði. Og þá þurfa það að gefa upp hendur eða hönd. Já, þú mátt byrja. Og þá koma þær á harðaspanni til ykkar, en við skulum líka hafa það í huga að við stefnum að því að ljúka klukkan 10, helst ekki mikið seinna. Gjörðu svo vel, Eyþór. Takk. Kveikið þú? Já, þetta er komið. Mér langaði bara að leiðrétta aðeins Anna Guðjónu mína hérna við hliðina á mér, að það var ekki bæjarstjórn sem hafnaði því að reisa Loftbornahúsið, það var meirihlutinn, þannig að það sé skýrt. Takk fyrir þetta, Eyþór. Ég hélt hann alltaf að leiðrétta mig að því hann byrja á Guð eitthvað. En orðið er laust, endilega gefið merki og takið til máls. Er þetta ekki Fríða Magga? Standa upp og kynna þig. Ég heiti Fríða Magga og ég tala fyrir hönd fimleikadeildarinnar. Við hjá fimleikadeildinni fögnum þessum áformum að horft sér til framtíðar með viðbyggingu við skólamörk og það mun koma okkur mjög vel, sjáum við. En við höfum verulegar áhyggjur af þeim biðtíma og því harki sem við sjáum fram á þanga til að það verði tilbúið. Það eru 25 iðkendur hjá deildinni á aldrinum 8 til 12 ára sem þurfa að sækja allar æfingar 2 til 3 sinnum í viku utan bæjarfélagsins eða í Þorlákshöfn á mjög óhentugum tíma, seint að degi til fram á kvöld og helgar. Það er komin mikil þreyta í þessa ungu iðkendur en líka þjálfara. Við höfum verulegar áhyggjur að iðkendum muni fækka, þjálfarar hætta og deildin, ef við leiðum okkur að vera svolítið svartsýn, muni jafnvel leggja upp laupana á þessum árum ef ekkert verði gert til að brúa bilið. Hjá okkur eru iðkendur sem eru eingöngu í fimleikum sem myndu við þá jafnvel tapa úr íþróttarhreyfingunni bara algjörlega. Það er líka hægt að minnast á það að fjárhagslega er það að leita út fyrir bæjarmörkin erfiðara fyrir deildina með auknum þjálfarakostnaði. Og því spyr ég, hvernig sjáu þið ykkur fyrir að brúa þetta bil? Væri til dæmis hægt að tryggja það að deildin fengi áhaldageymslu fyrir áhöldin svo að það var hægt að hafa æfingar að einhverju leiti í heimabyggð? Já, er þetta ekki bara komið? Já, takk fyrir. Fríða Magga beinir spurningum að borðinu. Jóhanna má bjóða þér að byrja kannski? Já, ég get líka að byrja. Já, Dagný ætlar að byrja, gjörðu svo vel. Svona þar sem ég er svo eina sem hefur ekki tekið til máls hérna, þá er þetta kannski við hæfi. Takk fyrir spurninguna, Fríða Magga. Við deilum að sjálfsögðu áhugjum af stöðunni með Hamri og iðkendum og aðstandendum. Og við gerum okkur grein fyrir því að staðan er bara og hefur verið mjög erfið. Og við erum reiðubúin til þess að skoða frekari lausnir í samvinnu við Hamar og íbúa til þess að brúa þetta bil þar til að ný viðbygging verður risin. En við sjáum ekki fyrir okkur að geta farið í framkvæmdir sem kosta jafn mikið og það að reisa Loftborna nýju eða að fara í þessa lausn fyrir neðan veg. Þannig hún reyndist með kostnaðarsamari en gert fyrir fyrir í upphafi. Svo langar mig að benda á og þá kannski kemur líka aðeins inn á það sem að hún Guðjóna kom inn á í sinni framsögu og það er að sjálfsögðu líka mikill vilji hjá bæjarstjórn allavega meirihlutanum, þó ég tala nú kannski ekki fyrir alveg alla en ég held að þetta gildi nú alveg þvert á línuna að styðja vel við Hamar meðan á þessu millibilsstígi stendur og ég get bara setta fram hér að fjárframlög til Hamars í því tilboði sem liggur núna fyrir Hamri til samþykktar fyrir samningum fyrir komandi ár að það er 100% aukning á framlögum frá því 2021 og það er síðan því til viðbútar búið að tryggja þeim styrk í fjölgreinaverkefni og þau hafa verið styrkt inn í fjölgreinaverkefni fram að þessu og svo sömuleiðis þá hefur verið samþyktur styrkur upp á 3 milljónir í tækjakaup inn í Henglinum þar sem Hamar er að taka við rekstri.
Þannig að það er alveg mikill vilja hjá bæjarstjórn sem við höfum bæði sýnt og erum reiðubúin til þess að sýna áfram til þess að styðja við Hamar í þessu öllu saman. Og erum alveg opin fyrir tillögum sem eru kostnaðarhagkvæmar, við verum halda áfram að skoða mögulegar lausnir. Ég vona að þetta svari spurningunni. Eyþór, vilt þú svara þessu? Já, takk. Gauja. Ég geti sjálfur sér ekki svarað þessu öðru sem þannig að ég myndi styðja það allan tíman að bara skella upp höllinni aftur, loftbornahúsinu og vera hræddur við kostnaði því finnst mér algjör óþarfi vegna þess að bara að setja upp dúkinn myndi kosta kringum 90 milljónir og það er með ábyrgð. Það lág fyrir tilboð og við erum með þessar tölur alveg upp á borðinu og alla fullyrðingar að kosti mörg hundruð milljónir, það er bara rangt. Auðvitað er hægt að gera alls konar endurbætur á aðstöðinni, það er hægt að setja skjólvegg og ýmislegt sem var hugmyndin svona í framhaldi af tjóninu og en það þarf ekkit endilega, hún stóð nú í 10 ára eins og hún var og nú er verið að bjóða okkur betri dúk eftir sem ég hef heyrt frá framleiðendunum, þannig að ég held að fyrir svona 120 til 150 milljónir getur verið þetta að koma þessu húsi upp og þá er allavega knattspyrnan með innanhúsaðstöðu til einhverja framtíðar, hvað sem hún dugar lengi í ljósi fyrir reynslu, en ég hef fulla trú á því að við getum rekið þetta hús áfram og með öryggi. Þá er það Jóhanna og endilega hvet ykkur í salnum til að forma hugmyndir og spurningar og varpa hérna á borðið. Já, takk fyrir þetta, þessa fyrirspurn fyrir mig að mér langarlega svona kannski að bregðast við þessu sem að Eyþór er að nefna varðandi loftborið hús. Að þá kom það skýrt fram í erindinu hérna áðan og út frá þeim fundum sem að bæjarstjórn hefur farið í að þá var það það var mikið rætt að fara í leiðir sem að væri sátt í bæjarfélaginu. Og það er leiðir sem að hafa ekki verið sátt í bæjarfélaginu er loftborið hús sem og húsnæði fyrir þjóðveg, fyrir neðan þjóðveg og kostnaður í rauninni álíka á báðum lausnum. Þannig að við höfum verið að fara þá leið með því að stækka íþróttahúsið. Það er leið sem að svona allána er að fá brautargengi núna og er varanleg lausn. Og ég tek alveg undir þessar áhyggjur. Þetta er ekki góð staða og við fórum rauninni hvað ég að segja, ég ætla ekki að draga úr því að Hamarshöllin nýttist okkur afskaplega vel á þeim tíma sem hún stóð og það hafa þá skapast núna tækifæri til þess að leita annarra leiða. En ég ætla ekki að draga úr því að þetta tekur alveg í og ég dáist að iðkendum og foreldrum og öllum. Við erum öll í þessum sporum að vera að keyra og skutla og nýta þjónustu í öðrum sveitarfélögum og ég er reyndar mjög þakklátt fyrir það sem við höfum fengið þar. Þannig að ég held við þurfum svolítið að horfa einhvern veginn til annarra lausna heldur en þessa lausna sem er ekki samstaða Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Það þarf mæk á því, það er Janus hérna á fremsta bekk. Nei, hún kemur. Kom alltaf til því konurna, drengur minn. Helga mín, alltaf svo vinnaleg, sko. Herra, ég með allavega spyrjum á einni spurningu. Janus heiti ég, búsettur í Hvergeri. Spurning nummer 1, kostnaður við það að reisa dúkinn upp aftur, punkti pronti, skilur við. Hvað er kostnaðurinn í því, fyrir utan tryggingafé? Og nummer 2, að undir venjulegum kringumstæðum hefði átt að vera að fella húsið niður í svo miklu veðri eins og var búið að spá. En það sem ég hef heyrt er að inn í húsinu var aðstöðuhús sem hefði sérlega skemmt dúkinn ef hann hefði verið látið falla niður. Nú er þetta hús farið og þá spyr ég, er ekki möguleiki að fella þessi hús niður fyrir ákveðið vindstig til að koma veg fyrir að fjúki burtu? Og svo 3, hvaðan kemur svo ákvörðun að húsið hafi bara farið út að engu? Getur verið að það hafi verið gat á húsinu? Ef þið skoðum öll horn á söklinum við Hamarshöllina, þá er það tilraunarkennt að það akkúrat það horn sem að húsið springur á
Það er búið að keyra utan í sökkulinn. Getur það haft eitthvað með málið að gera? Bara spurning. En ég bara spyr, hver dæmdi það þannig að húsið fór út á roki, ekki út af kannski einhverju skemmd sem ekki var löguð? En eins og ég segi, númer 1 var þessi spurning, hver liggur kostnaðurinn í að reisa bara dúkinn upp aftur? Þó það var ekki með 5 ár eða 10 ár, skiptir ekki máli. Ég hef heyrt 30 milljónir og mér finnst það töluvert svona skynselara heldur en 400 milljónir hérna og 600 þarna. Og svo vil ég spyrja öðru, íþróttahúsið, hvernig er hægt að gera kostnaðaráætlun í hlut sem er ekki búið að hanna? Þú veist, það er verið að byggja einbýlishús fyrir 500 milljónir hérna niðri í hverfi. Og við ætlum að byggja íþróttahús fyrir 600 milljónir og það er ekki búið að hanna það. Ég veist, ef verið að hrista teninga eða, þetta er bara mín spurning, að því ég borga hérna fasteignagjöld eins vel og ég get, með börn hér í skóla, stunda íþróttir, það var allt gengið á afturlöpunum síðan síðustu kosningar. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Janus. Þetta voru eina 5-6 spurningar sem þið fengu hérna á borðið. Eyþór var fyrstur að biðja Þau ráða því náttúrulega. Hverju þau svara? Eyþór, gjörðu svo vel. Takk, Janus, fyrir spurningarnar. Ég skal reyna að svara allavega þessu með Hamarshöllina eða Loftbornahúsið. Tryggingabæturnar sem að bærinn er að mínu viti, eftir því sem ég best veit, búin að fá, greiddar, eru 106 milljónir eftir því sem ég hef heyrt. Þannig að, og tilboð í nýjan dúk lá fyrir á sínum tíma og það hefur verið fengið staðfest og það er í kringum 77 til 80 milljónir. Eitthvað á því bili. Ekki 30, það er því miður, þá er það ekki svo gott. Það þarf náttúrulega meira til heldur en bara dúk og það er alveg rétt að hús þarna inni er ekkit æskilegt að það á að fella húsið. Hins vegar er ekkit auðvelt að fella svona hús ef það verður vont veður að þá er fallið hús jafnvel verra heldur en í verri stöðu heldur en af því þá er það slakt og getur kastast til. Þannig að það er meiri hætta fyrir það nema að það sé búið að fergja það almennilega, þá er það mögulegt en það er þá einhverja daga undirbúningur. Ég held að húsið sé bara ekki þeirri hættu yfirleitt í þeim veðrum sem hér eru nema það sé eitthvað að og ég tek alveg undir það getur alveg hafa verið eitthvað annað sem olli þessu, það hefur verið möguleiku veikleiki komin hann í þetta horn, það reyndi gríðarlega á þetta horn í byrjun en mér utanlega þá var alltaf lagað eða kom einhverja rifur á húsið. En allavega það gerðist eitthvað og það var ekkit endilega bara veðrið var ekkit svo svakalega slæmt. Kostnaður viðbyggingu, við settum D-lista fólk, við settum fram tölu 500.000 fermetr í viðbyggingu eða við íþróttahúsið og það er bara samkvæmt bestu vitund það sem er reynslan á fermetraverði í svona einfaldri byggingu. Við erum ekki að tala um fullbúið hús. Ég veit ekki hvort þið greipuð kynninguna hérna áðan, hefði kannski mátt vera svolítið stærri og skýrari myndir af þessu en allavega þá er þetta mjög einföld kassabygging í sjálfu sér með svona bogalegu, fallegu þaki með töluvert meiri lofthæð heldur en er í núverandi íþróttahúsi og þannig er möguleiki sem það verður opnað, það eru súlur á milli húsana eða sem í vestur hlið núverandi íþróttahús sem náttúrulega skipta máli fyrir burðin en það er hægt að opna á milli þeirra þannig að eins og arkitektin var að lýsa á þannig þá er þetta að geta dómarar og aðrir og varamannabekkur jafnvel verið inn í nýja húsinu á meðan að við erum að nota hitt sem keppnisaðstöð. Einhver tíman í milli, ég vil ekki tala á lengi en einhver tíman í millitíðinni eftir að þetta hús er komið upp að þá er mögulega hægt að kaupa áhorfundabekkina, setja þá upp og þá er hægt með ákveðnum tilfæringum að halda mót og keppnir í húsinu. Og þá hefur Dagný óskað eftir að fá að svara fyrir spurningum Janusar. Já, takk fyrir spurningarnar, Janus. Ég veit að Eyþór fór inn á einhverja kostnaðartölur hérna en sko greiningin frá Verkís í skýrslunni sem að lá fyrir vorið 22 eftir að húsið fjall að þá var þar talað ef maður rétt 300 milljónir
pluss mínus ykkur óvissa að reisa húsið að nýju en það með því að útbúa gólf inni og fleira. Þannig að það svona talan sem að við höfum verið að horfa í að við ætlum að raunverulega koma einhverju aðstöðu upp þó sem hún væri tímabundin fyrir allar íþróttir, ekki bara eina, að þá væri það svona verðmiðin. Hann fór yfir hérna með erfiðleikana við að reisa dúkina nýju, ef ég heyrði rétt. Er það ekki Þór? Þess að þegar hann felldur niður út af slæmu veðri. Má ég kannski aðeins svara þessu? Já. Okay. Það ekki erfiðleika við að reisa húsið að nýju, heldur ef við slökum svona húsið niður, þá það veikara fyrir vindi. Það þarf mjög lítinn vind til að kippa því til og frá, þannig að verði geti rifnað. Þannig að það betra að halda það í stífu. Það alveg hægt, já. Ekki taka til máls án þess að fá hljóðnumann. En það voru fleiri spurningar sem að þú barst inn fram og ein þeirra var hvort að þetta hefði bara gerst upp úr þurru, ef ég skildi þið rétt. Að þetta hefði fallið, en við höfum fengið upplýsingar að rýrnun dúksins var mun meiri en eðlilegt hefði verið á þessu stigi og það getur til dæmis verið eins og Eyþór kom inn á út af því að það reyndi mikið á dúkinn á svona byrjunarstigum eftir að þetta var reist hér í bæ og sömuleiðis þá var ekki tvöfalt í hornum í dúknum eins og hafði verið gefin fullvissa af hálfu framleiðanda og söluaðila. Þannig að það var í rauninni kannski ekki alveg útbúin dúkurinn eins og hann átti að vera heldur. En eins og við höfum komið inn á hérna í kvöld þá ekki samstaða þessa leið og við viljum beita okkur fyrir því að hér rísi íþróttamannvirki til framtíðar sem að getur ríkt sátt og samstaða og við teljum okkur vera að stíga skref í þá átt með því að reisa þessa viðbyggingu og eins og þið hafi heyrt þá þjónar hún öllum deildum Hamars og það hægt að byggja síðan í rauninni í næsta áfanga keppnisaðstöðu upp þannig fyrir rauninni ég minnir að það séu 200 milljónir aukalega með að við þessar áætlanir í dag. Það þá 605 milljónir pluss hannunarkostnaður og bara svo það sé sagt þá vel hægt að hanna svona mannverki með svona forhönnun eða svona á þessu hugmyndastígi og vera með einhverjar þá í rauninni svona verð áætlanir út frá því og þannig það gert hjá sveitarstjórnum bara almennt og bæjarfélögum og það til þess að það sé hægt að fara á stað í útboðu hönnuninni með það fyrir augum að þú sért ekki að fara út í einhverja vitleysu fjárhagslega en það 605 pluss 10% hannunarkostnaður og svo 200 viðbútar við að gera þetta keppnisaðstöðu og það í rauninni eins og við vorum að horfa í að yrði lendingin með bara að reisa Hamarshöllina sem æfingaðstöðu ef við varum að fara að endurreisa hana og það þá í þessum föstu formum sem við vorum búin að ákveða að fara leiðina með það svona, þú veist, má líka alveg deila það hvað þetta hefur tekið langan tíma og alltaf við hefum auðvitað viljað komast að þessari niðurstöðu fyrr sumir hlutir taka bara tíma því miður og við hefðum auðvitað viljað að niðurstaðan úr útboðinu sem að farið á staði hefði orðið önnur en það auðvitað líka ytri aðstæður sem að ráða alltaf þar og óvissa í samfélaginu í rauninni þá hvað kostar að byggja og ég held að við getum öll gert okkur grein fyrir því að ástandið í efnahagskerfinu ekki það vænlegasta til svona uppbyggingar akkurat núna en ég held að ég hafi komið inn á svona flest sem þú hafi verið spurt út í en ef það eitthvað sem að vantar upp á þá bara hnippuru í okkur. Fleiri sem vilja svara þessu við borðið? Svo ekki. Hún Hekla hefur beðið orðið. Það voru 2 búin að beðið orðið hérna á undan. Já, ok. En meðan mig langar aðeins að varpa fram bara og spyrja þegar þið segið að það sé ekki samstaða loftborið hús út frá hverju gangið. Alveg eins og það var ekki samstaða hús fyrir neðan þjóðveg. Þess vegna þessi fundur. Mér finnst þetta fín svör. Ég held það svarist bara með 2 borgarafundum. Það var haldinn borgarafundur fyrir kosningar loftboru hús og nú verið að tala aðstöðu fyrir neðan þjóðveg og það ekki samstaða hvor þessa tilagna.
Takk fyrir. Það er þessar tvær sem voru búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Góða kvöldi. Mari Rún heiti ég og með tvær spurningar. Fyrsta spurningin ber ég bara fram sem íbúinn í Hveragerði og mér langar að spyrja hvað hefur verið kostað miklu til í allar þær tillögur sem er búið að vinna fram að þessu. Hin spurningin, eða kannski alltaf ábendingin, þið nefndi á hana að Íþróttafélag Hamar fái 2-föld fjárlög núna ár 2024. Nú er ég meðlimur í stjórn Hamars og það kom fram í máli Daníar að styrkur fyrir fjölgrænaverkefnið og styrkur til kaupa á búnaði væri þar fyrir utan. Mér langar að leiðrétta þetta er ekki það sem við höfum í okkar gögnum frá ykkur. Og inn í þessari tölu, þessari tvöföldu tölu er þessi laun framkvæmdastjóra sem á eftir að ráða. Það er þessi fjölgrænastyrkur og styrkur sem var veittur til að kaupa tæki. Hann er komin inn í þjónustusamningin eins og fyrirfram greiðsla. Þannig að ef þetta er eitthvað breyst frá því að við heyrðum síðast ykkur þá er það geggjað. Annars langar að spyrja bara hvort að það sé þannig. Takk fyrir. Dagný ætlar að svara þessu. Takk fyrir spurninguna, Marja. Ég ætla að fá að koma inn á hérna varðandi það sem að beint sérstaklega að mér, varðandi framlögin til Hamars og við höfum farið yfir þetta með þeim starfsmanni bæjarins sem að sér þessi samskipti við Hamar og það virðist einhver misskilningur vera uppi hvað er innifalið og hvað er ekki sem að virðist vera eitthvað erfitt að leiðrétta en það er þannig sannarlega að þessi framlög eru fyrir utan þessa tvöföldun á og þá á ég við fjölgreinaverkefnið og þessi tækjakaup. Þannig að framkvæmdastjórinn er inn í þessari tölu og þetta er hugsað þannig án þess að við fyrir kannski að ræða of mikið þennan samning sem er kannski ekki beint umfyrirlefni hér í dag að þá er gert ráð fyrir að það sé ekki ákveðið af í rauninni bæjarstjórn hvað starfsmaður Hamars á að hafa í laun. Þannig að það er bara ákveðin fjárhæð sem er veitt í styrk, gert ráð fyrir að ákveðin verkefni séu undan hendi, en svo þarf auðvitað Hamar og stjórn Hamars að ákveða sjálft hvað nákvæmlega fer í hvert og eitt verkefni þar fyrir innan. Já, gjörðu svo vel, Geir. Sælublessu öll sem er gaman að sjá okkur. Ég held að sé bara mikilvægt að við séum ekki að nálgast eða fara með samræðnar út í sameiningaviðræði við Hamar. Ég held að við séum að ræða allt annað hlut og meðan ekki búið að ganga frá samningum þá er engin ástæð að fara að ræða hér fram og tilbaka hvað samningurinn inniheldur. Það er ekki búið að ganga frá samning, það er verið að tala saman og við bara sjá hvað niðurstaðan verður. Takk. Takk fyrir það, Geir. Og það var einhver annar sem var búin að biðja orðið á undan. Já, fyrirgefðu, Jóhann ætlar að fá að svara Maríu. Já, María, takk fyrir spurningarnar. Kostnaður vegna þessara tillagna allra. Við ætlum bara að fá að svara þessu síðar. Við þurfum bara að fá starfsfólk bæjarins að taka þetta algjörlega saman og það væri hægt að sjálfsögðu er hægt að taka þetta saman. Þannig að við skulum halda okkur samt við fundarefnið og það er bara sjálfsagt að svara því. Takk fyrir. Ekki taka orðið úr sal nema þið hafi fengið mækin. Það var einhver einn fyrir framan Heklu sem var búin að biðja orðið. Veit ég hversu sniðið það var núna allar pirraðir. Ég heiti Linda og ég ætla bara samt að spyrja sem íbúi þótt ég sé í stjórn knattspyrnudeildar Hamars. En ég með svipaða spurningu varðandi kostnað á þessum viðbætum er líka tekið til greina launakostnaður starfsmannanna og tími sem fer í þetta og þar að ekki hversu mikið þegar þeir eru að fara að taka þetta allt saman sem María var að spyrja og hvort það sé líka hægt að taka saman hversu mikið tími á fundir og núna er ég sjálf að vinna við það sem er allt útselt og maður þarf að taka saman hvern einasta tíma sem maður vinnur í fyrir þetta. Svo ég er líka bara, ég svo stressuð, líka bara að pæla í fyrir launakostnaði, hvort það sé líka tekið inn í. Þar auki langar með að spyrja, þau voru að tala gólfið, að kostnaðin fyrir loftbúrið hús væri 300 milljónir og það væri með gólf innifalið, svo ég var bara að pæla, er það þá innifalið í nýja húsnæðinu sem við varum að pæla í, ok?
Og síðan langaði mig líka að spyrja út að þeir alltaf tala að, að allir voru að móti því að reisa aftur upp loftborðhús. Það var fyrir 2 árum síðan. Það var mín skoðun svo. En daginn í dag eftir 2 ár í harki þá væri maður alveg til í það. Og svo ég var bara að pæla, er þetta að taka bara annað svona spurninga, bara svona að tjekka hvernig íbúum líður varðandi loftborðhús núna 2 árum seinna. Það er eina. Takk. Jóhanna, má bjóða þér að byrja? Eða Dagný? Eða bara, heyrðu, held ég að svippa mér yfir á Guðjónu. Hún hefur beðið orði hérna. Gjörðu svo vel, Guðjóna. Halló. Ég held að það hefur verið gáfulegt í upphafi að bæði Hveragerðisbær og Hamar hefði sett upp verkbókhald til að sjá tímana sem fóru í þetta. Þegar ég fór í stjórn Hamars, þá var mér sagt að þetta væri ótrúlega róleg nefnd sem fundaði af og til. Ég er ekki að djóka, ég eyði meiri tíma með stjórn Hamars heldur mannin mínum. Ég er að segja ykkur það. Mér langar að taka fram annað líka. Varðandi þetta sem að ég nefndi í ræðinu áðan, varðandi búbluna. Við höfum aldrei sagt að við vildum búbluna sem varanlegt húsnæði. Við tókum fram að við vildum þetta sem tímabundið húsnæði. Til þess að koma til móts við þá iðkendur á meðan að verið væri að byggja upp nýtt hús. Mér finnst að það sé mjög mikilvægt að það komi fram í umræðinni. Og líka, ef ég skil það rétt, að þá sé kostnaðurinn sambarilegur og íþróttavellurinn. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir. Þá er það Eyþór. Já. Ég kveit núna. Mér langar aðeins að bregðast við þessu með loftborðhús og kostnað og allt þetta. Það er alveg ljóst að koma upp loftborðnu húsi aftur kostar aldrei 300 milljónir. Ekki bara strípuðu húsinu. Það er náttúrulega alls konar, ef við myndum byggja þarna andiri við það og svo framvegis, strípaðu dúkurinn og möguleikur endurnýjun á blásurum og eitthvað svoleiðis. Ekki gólfið myndi aldrei vera mikið meira heldur en 100 milljónir. En ef við ætlum að setja gólf aftur þá er það náttúrulega kannski 30-40 milljónir viðbót og svo framvegis. Ég meina það verður að setja skjólvegg fyrir 20 og hvað þetta heitir alls saman. Ég tel mig nú eftir dálitla reynslu í þessu að hafa svona tilfinningu fyrir þessum tölum og það er mjög varasamt að fara af stað með allt of stórar hugmyndir. Við verðum alltaf að sníða okkur stakk eftir vexti. Varðandi gólfið í Hamarshöllina þá mætti mögulega nýta steyptagólfið með einhverjum dúki yfir eða einhverjum svoleiðis til bráðabirgða. Við erum að tala ég skal alveg taka undir það. Við skulum bara gera þetta bráðabirgða. Og ég held að samstaðan eða sem sagt samstöður leysið við að reisa þessa höll, hún hafi svolítið farið aftur eftir það var náttúrulega mikill hiti í umræðinni eftir þennan atburð og þetta var svona spilað dálítið upp og það var talað að það verði að byggja svo og svo fínt hús og svo leiðis fyrir svo og svo litla peninga og þetta hefur bara reynst allt saman að vera rangt því miður. Það hefur verið gleðilegt að fá hús fyrir 270 milljónir eins og talað var fyrir kosningar. En það er ekki þannig. Raunveruleikin er bara annar og það er ekkert mál að koma þessari búblu eins og Guðjóna kallar hana og ég get alveg kallað þetta blöður og hvað sem er en hún gerði sitt gagn og myndi gera það í 2, 3, 4, 5, 6 ár jafnvel 10 ef út í það er farið. Þannig að takk. Þá er það Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Það er svo gaman að vera að tala aftur Hamarshöllina. Við ætlum að vera svolítið föst í sögunni. En ég ætla að bera virðingu fyrir sögunni og ég sé enn og aftur þessi höll, hún nýttist okkur gríðarlega vel þann tíma sem hún stóð og hélt vindi. En við erum búin að fara í gegnum þessa höll fram og tilbaka og það er mitt eins og við erum að tala hérna kostnaðinn. Eitt segir eitt og aðrir segja annað varðandi kostnaðinn. Og það að fara í framkvæmt sem að getur mögulega staðið 3 mánuði, 1 ár eða 2 ár eða 10 ár, það er ekki skynsamleg fjárfesting, meira segja til bráðabirgða.
Þannig að við verðum einhvern veginn að leita leiða til þess að þreyja þorran. Ég hef átt samtal við Einar Sveinbjörnsson sem veðurfræðingur. Hann sagði bara að þetta var góð ákvörðun hjá okkur. Þessi höll mun alltaf fjúka, það bara spurning hvenær næsta vindhviða kemur. Þannig að það spurning hverju viljum við hvað viljum við setja peningana okkar í? Jú, við getum sett peningana okkar í loftborið hús, en við höfum enga tryggingu fyrir því hvað hún stendur lengi. Þannig að ég er afskaplega ánægð með þá lendingu sem hefur átt sér stað á síðustu vikum varðandi það að það sé einhugur í bæjarstjórn allavega það að fara í varanlega lausn og ég veit að það tekur á. Það kom fram hérna í erindunni í upphafi. Þetta er ekki kjörstaða. Þetta er bara gríðarlega erfitt. Auðvitað væri alveg til að Hamarshöllin væri bara ennþá þetta uppi. Það var farið af stað allavega ákveðin stjórnmála fór í þá vegferð að halda trúa því að það væri búið að panta dúkinn þegar var bæjarstjórnarfundur í apríl árið 2022 og maður unir lýðræðinu og þar við situr þá búið að ákveða að fara þessa leið og bara gott og blessað og þá allan stendur við á það að stækka íþróttahúsið við Skólamörk. Svo kemur annað ljós meiri hlutin þáverandi ákveða aðra leiðir. Við værum öll til í að hafa þessa höll núna. Ég held að við getum alveg verið sammála það. Við viljum ekki vera í þessari stöðu. Við viljum einhvern veginn, við verðum samt einhvern veginn að komast áfram. Og bera virðingu fyrir sögunni, læra af henni og reyna að halda áfram veginn. Við getum ekki gert annað, við getum ekki gert íbúarum okkar annað og börnunum okkar og aðstandundum. Og ég vil fá að taka undir hvatningarorð Guðjónu til allra þjálfara og aðstandenda og barnanna sem æfa hér íþrótti. Ég dáist að þolinmæðinni. Takk fyrir. Þá nú komið að því að hrópa ferfalt húrra fyrir þjálfurum og foreldrum eins og Guðjóna hvatti til. 1, 2 og húrra, 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 húrra fyrir þjálfurum og foreldrum að þreyja þorrann. Ég ætla að minna á að umræðu efnið á þessum fundi eingöngu íþróttaaðstaðan og orðið laust. Ég heiti Hekla og þjálfari hjá fimleikadeild Hamars. Ég bara aðeins að velta fyrir mér, nú þið búin að segja hvað þið ætlið ekki að gera, en þið ekki búin að segja hvað þið ætlið að gera fyrir okkur til þess að brúa bilið meðan að það verður gerð viðbygging. Þannig að mér langar að spyrja, hvað ætlið þið að gera fyrir okkur á meðan að þið eruð að byggja viðbygginguna og annað, þið talið að þið viljið ekki gera loftborahús. Mér heyrist nú bara að ætlið að henda í loftborahús. Af hverju það ekki hagkvæmur kostur að gera það á meðan við erum að bíða eftir viðbyggingunni? Takk fyrir. Takk fyrir, Hekla. Þá bara spurning hver vil byrja. Hvað ætlið að gera fyrir til dæmis fimleikana og aðrar greinar sem þurfa að fara út úr sínu sveitafélagi til að iðka? Fleiri, ef ekki taka nokkrar í viðbót núna. Það Helga einn á fremsta. Það var ein sem var búin að biðja orðið. Já, en það svo sterk ljós á okkur, við sjáum engar hendur á lofti. Komið sæl, Ölleit ég. Ég þjálfari hjá knattspyrnudeild og mikill knattspyrnu unnandi í Hveragerði. Ég pínu svektur að heyra afstöðu fulltrúa íþróttafélagsins varðandi gervigrássvöll án þess að vera kannski með ykkur almenn rök gegn því en mögulega kannski áttar hann sig ekki á því hver þörfin í raun og veru. Þannig að ég ætla að spyrja, hefur íþróttafélagi ekki áhuga á því að taka að sér það sem að bæjarstjórn hefur áhuga á að láta íþróttafélagi gera, sem þetta byggja nýjan gervigrássvöll? Mér heyrist ekki, og ef ekki, mun bæjarstjórn ekki bara standa við það sem að þau ákváðu 10. ágúst og setja upp hitaðan gervigrássvöll? Og ef ekki þessu verður, hvað verður gert fyrir knattspyrnuna þannig að það verður hægt að æfa fótbolta af krafti?
En á aldrinum 5 til 15 ára þá eru 50% barna sem að æfa fótbolta. Þannig að þetta er stór hluti bæjarins. Þannig að þetta er bara spurningar. Og fleiri spurningar úr sal? Hér er ég með svipaða spurningu en ég ætla að byrja á að segja það, ég heiti Simmi og ég er þjálfari knattspyrnudeildar. Það er búið að endurtaka nokkrum sinnum hér í kvöld að ný viðbyggingu íþróttahúsi komið til með að nýtast öllum deildum Hamars. En hún gerir það ekki fyrir knattspyrnudeild, sem er með rúmlega helming allra iðkenda íþróttafélagsins. Það hefur komið fram að það sé ekki samstaða innan flokkana loftborið hús og það sé því ekki til umræðu. Í ljósi þess spyr ég hvað á að gera fyrir knattspyrnudeild ef að gervigrasi verður frestað eins og aðalstjórn varpar hér fram án samráðs við knattspyrnudeild. Og eigum að taka einn enn. Hérna hrópar einhver, Hjalti. Já, Hjalti heiti ég Helgason og ég vil þakka fyrir fundinn, afskaplega góður og upplýsandi fundur. Mér sýnist svona bæjarstjórnin vera að tala sig niður á ákveðna lausn í þessu og ég þekki hana ekki nema bara kynningu hérna áðan, þannig að það getur vel verið að hún sé bara góð og vonandi verður hún góð. En mér finnst farið svona heldur frjálslega með tölur í þessu sambandi. Byggingakostnað og kostnað við að byggja þetta mannvirki. Þetta tekur að lágmarki 2 ár. Hönnun, rýna í hönnunagögn og að byggja mannvirkið. Svo vill það nú stundum til að opinbera framkvæmdir eiga það til að fara svolítið fram úr áætlun. Við þekkjum það því miður. Að byggja þetta hús, ég myndi skjóta á að það myndi kosta eitthvað á bilinu 500 til 1000 milljónir. Við erum með sveitafélag sem er með skuldir sem er að verða 4000 milljónir. Þannig að við verðum að fara varlega í þessum efnum, en ég tek það fram, ég er ekki á móti þessari lausn. Ég er jákvæður fyrir þessu, mér finnst jákvætt að það sé verið að tala sig niður á einhverja niðurstöðu. En aðeins varðandi Hamarshöllina, hún gagnaðist okkur vel, við vitum það, þau 10 ár sem hún stóð uppi og mér finnst umræðan svolítið villandi. Það er talað og var talað sérstaklega eftir að húsið féll niður að Hamarshöllin væri farin. Hún hefði fokið í burtu. 70% af fjárfestingun er þarna upp í dal. Dúk, það vantar bara nýjan dúk. Er sem sagt bæjarstjórn að taka ákvörðun með það að afskrifa þessa fjárfestingu á einu bretti? Er það niðurstaðan? Mörg 100 milljónir. Ætlum við að afskrifa þetta á einu bretti? Þetta er spurning. En svo er ég með eina áskorun hérna til bæjarstjórnar. Ég ætla að skora á ykkur að skipa nefnd. Og sú nefnd hafi það hlutverk að kanna kosti þess til taula að reisa dúkinn upp aftur. Meta gallana, hvað fór úrskeiðis og hvað má bæta. Kostnaðargreina þetta eins nákvæmlega og hægt er. Og ég myndi skora á ykkur að skipa þessa nefnd þannig að í henni sitja sömu aðilar og fóru yfir gögnin í útboðsferlinu á Stálgrindarhúsinu. En ég er reyndar ekki að grínast með þetta, því að þetta var faglega skipun nefnd, mjög góð og ég þekki aðilann sem þarna sátu og ég treysti þeim vel fyrir þessu verkefni. Og að þessi nefnd verði skipuð strax, hún fundi vikulega og hún skili af sér í lok janúar. Mér finnst að bæjarstjórnin öll skuldi iðkendum að kanna þennan kost í þaula. Og mér finnst að bæjarstjórnin skuldi skattgreiðendum líka að kanna þennan kost í þaula. Þetta þarf að gerast alveg þverpólitískt. Þetta er ekki mál til að slá pólitískar keilur. En mér finnst að við getum ekki kastað þessu frá okkur. Ég get ekki sagt það hér og nú að þetta sé hárrétt út frá tæknilegum lausnum. Ég bara þekki ekki nógu vel. En ég treysti þessum aðilum til að fara yfir það og ég myndi leggja það til að inn í þessa nefndir þið bætt
fulltrúa frá Verkís sem tók þátt í að hanna þetta mannvirki og byggja það á sín tíma. Takk fyrir. Takk fyrir, Hjalti, eigum við ekki að fara að svara eitthvað af þessum spurningum. Og það bara Eyþór er fyrstur að biðja orðið og síðan Guðjóna. Þá byrjar Eyþór, síðan Guðjóna og svo Jóhanna. Heyrist í mér? Já. Og þú elskar mig. Ölli spurði hérna áðan, þjálfari í knattspyrnunni, hvað ætti að gera fyrir knattspyrnuna og ég get alveg haft hans áhyggjur og það er gríðalegu fjöldi, 50% af börnum sem taka þátt í knattspyrnu og þeir eru ósátt við framkvæmdastjórn Hamars eða aðalstjórnina að þau vilja alveg gervigrasvöll, við heyrðum það alveg áðum daginn, þau kannski setja hann ekki endilega í forgang en ég veit ekki, Guðjóna, það er betra að hún svari fyrir það á eftir. En hérna, við eigum að geta gert þetta svona í beinu framhaldi held ég fljótlega en í millitíðinni og allan tíman að þá myndi Loftbornahúsið gera það sem að gera þarf í því. En allavega þá hérna, ein hugmynd sem ég hef varpað fram er að afhenda bara Hamrið þennan grunn sem er 70% eins og Hjalti segir eða eitthvað give or take eða eitthvað pluss mínus af fjárfestingunni sem að liggur þarna frá, liggur undir skemmtum og við ættum að sýna ábyrgðartilfinningu og nýta hana fyrir bæjarbúa og aðra sem á þurfa að halda. En hérna frjálslega með tölur segir Hjalti, hann þekkir náttúrulega vel til í byggingarbransanum og hluti geta farið úr böndunum. Hann nefnir 500 til 1000 milljónir, við nefndum hérna áðan 605 pluss hönnunarkostnaður og svo framvegis. Þannig að hérna, þetta eru svona, hvort þetta er 605 pluss 50, kannski 700, eitthvað svoleiðis. Það er ekki make or break og svo ég sletti það eins einu sinni enn. En hérna, ég held að bæjarstjórn og meirihluti bæjarstjórnar megi heldur ekki falla í þessa gryfju að vera bara prinsipsins vegna á móti þessu blessaða blöðruhúsi. Við þurfum að sýna ábyrgð, við þurfum að nálgast hlutina með opnum hug og það er lykilatriðið við að komast áfram í þessum hlutum og kannski nefna það í viðbót að ef að Hamar fengi grunninn og fengi starfsmann og fengi tjónabæturnar sem eru kringum 100 milljónir þá er ég næstum í vissum að Hamari tækist að koma þessu upp og gera þetta nothæft. Og þá er það Guðjóna, gjörðu svo vel. Hérna, ég er alveg eiginlega hálf orðlaus með eitthvað tvo hérna. Þeir eru eiginlega nánast töluð á móti hvort öðrum. Hérna, stjórn Hamars hefur bara og það er að gæta að hag allra iðkanda í Hamri. Þið vitið það. Og þú sem talar að þú vilt fá að vita hvað á að gera fyrir knattspyrnuna og þetta er akkurat það sem við erum að reyna að gera. Við erum að reyna að finna lausn til þess að knattspyrnan geti verið starfhæf hér í Hveragerði. Ég hitti ykkur báða á fundi hér í haust þegar við vorum að fara yfir stundaskrána með öllum deildunum og reyna að finna leiðir til að koma öllum fyrir. Og við spurðum ykkur sérstaklega, getur knattspyrnudeildin verið án húsnæðis? Getið þið verið bara úti allt árið kring? Og svarið sem við fengum var nei. Við þurfum alltaf aðstöðu inni. Og þetta er nákvæmlega það sem við erum að leggja til núna. Og ég tóku það sérstaklega fram áðan, við erum alls ekki á móti fótboltavelli og munum aldrei verða það. En við heyrðum líka frá stjórn knattspyrnudeildarinnar þegar verið að koma börnum inn í bíla og reyna að hlýja þeim af því að það er ekki hægt að hafa þau heilu leikina úti í kuldan. Það er bara þannig. Ég veit ekki hvernig þú fékkst á hugmyndum að við varum á móti því að stýra uppsetningu á fótboltavelli. Við fengum við höfum sjálf rætt þetta innan okkar raða. En það er alveg ljóst að til þess að það sé hægt, þá þarf að koma til auki fjármagn inn í Hamar. Við gerum þetta ekki bara í sjálfboðavinnu. Þetta kostar mikla vinnu og mikinn tíma. Það þarf framkvæmdastjóra, það þarf örugglega verkefnastjóra líka. Eða allavega þarf pening til þess að þetta sé framkvæmanlegt.
En mér finnst þetta mörguleiti mjög góð hugmynd og það sem ég veist heillandi við þessa hugmynd að þetta ekki pólitísk stýring og hún alltaf betri, það ekki? Það ekki. Heyrðu, takk fyrir, þið verða að ræða málin bara í fyrramáli innan stjórn Hamars og deilda. Heyrðu, þá það Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Mér langar að fá að svara bæði Ölla og Simma einmitt. Það hefur ekkert breyst varandi gervigræsvöll, bara svo það sé á hreinu. Mér langar líka að svara Hjalta. Hvar ertu Hjalti? Þannig ertu, já. Mér langar að þakka kærlega fyrir uppbyggilegt erindi. Þetta voru góðar ábendingar sem við fengum og skemmtileg áskorun líka sem að þarf að skoða. Bara takk fyrir. Þá það Dagný. Já, takk fyrir allir þessar góða fyrirspurnir. Mér langar fyrst að svara Heklu. Ég auðvitað fór aðeins yfir þetta áðan en það kannski hefur ekki skilað sér alveg nægilega vel hvað við ætlum að gera í millitíðinni. Eins og Jóhanna kom líka inn á hérna í upphafsframsögu sinni að þá þurfum við áfram að vera í samstarfi við nágrannasveitarfélögin og þurfum áfram að vera í opnu samtali og erum algjörlega opin fyrir tillögum það hvernig megi í rauninni bæta aðstöðuna á því tímabili sem við sjáum fyrir okkur og við verðum ekki komið með þetta hús. Við erum ekki að fara í húsi fyrir neðan veg og ég held ég geti sagt það hér með vissu að við erum ekki að fara í loftboruhús að búið að skoða þann valmöguleika í þaula og svo við komum inn og kannski svarum mitt hérna rétt á eftir varandi spurningunans Hjalta að þá erum við búin að fara í alla þessa vinnu sem að þú ert að vísa til og niðurstaðan svo að það er ekki fýsilegu kostur fyrir bæjarfélagið og það er ekki bara af því að það er ekki samstæðum hana heldur eins og Jóhanna kom inn að þetta er áhættufjárfesting við vitum ekki hversu lengi þetta stendur og þetta kostar of mikið fyrir bæinn sem svoleiðis fjárfesting. En svo sömuleiðis þá erum við varðandi þennan millibilstíma að leggja aukinn stuðning í rauninni starf Hamars með öðrum hætti eins og ég fór hérna yfir áðan. Ég held að þurfa ekki að endurtaka það. En við erum alveg opin fyrir tillögum og samtali og viljum endilega taka spjallið áfram við Hamar og aðra bæjarbúa ef þeir hafa eitthvað fram að færa í þessu. Og við viljum sjálfsögðu vinna áfram að því að reyna að finna eitthvað lausnir fyrir þetta tímabil. Það kom hérna upp líka áðan, ég held að hafa verið varandi starfsmenn og hérna rekstur hjá henni Lindu sem ég held að hafa glemst að svara og það var þá út frá uppbyggingarkostunum og allavega með þennan valkost sem er hérna viðbyggingin við íþróttahúsið að þá er þetta samnýti starfsfólkið og reksturinn mjög vel og það er hluti af því sem gerir þessa lausn svona hagkvæma fyrir bæinn bara svo það kom hérna fram og varðandi gervigræsvöllin sem var spurt bæði hjá Ella og Simma að þá eins og Jóhanna kom inn á það hefur ekki neitt breyst þannig varðandi þá ákvörðun bæjarstjórnar eða bæjaráðs og síðan staðfesta af bæjarstjórn að fara af staði í gervigræsvöllin en við þurfum með þetta, við erum með 500 milljónir í fjárfestingar áætlun fyrir næsta ár sem á að fara í uppbyggingu á íþrótt- og mannvirkjum. Þar undir er bæði þessi nýja viðbygging og síðan gervigræsið og viðleitni okkar er hluti af okkar viðleitni til þess að koma báðum þessum verkefnum í góðan farveg er að kanna með samstarf við Hamar hvort að þeir geti tekið að sér þetta verkefni að koma upp gervigræsvellinum að því að við höfum trúið því að þeir geti gert það með hagkvæmari hætti heldur en ef að bærinn stæði að því, meðal annars með því að geta sótt styrki og fleira. Að því segðu þá þurfum við auðvitað líka að stilla af þessar áfangaframkvæmdir og við þurfum að koma upp húsi fyrir inniðastöðu líka sem fyrst. Þannig að við þurfum að finna út úr þessu bara í sameiningu en það er áfram sett stefnan á að koma upp gervigræsvelli sem allra fyrst. Svo er það síðasti fyrirspyrjandinn, það er hann Hjalti og við erum auðvitað með fjárhagslega við erum auðvitað með ráðgjöf varðandi áætlanir í fjárhag og tíma og okkar ráðgjafar sem eru mjög framalega í sínu fæi þeir vilja meina frá því að tekin ákvörðun að byggja slíkt hús þá sé svona ef ég fæ að sletta á ensku svona best case scenario þá séu það 18 mánuðir frá ákvörðunartöku og þar til að húsi getur verið tekið í notkun og þess vegna erum við að miða við að stefna að því að þetta verður komið upp innan 2 ára. Og þeir eru sömulegis auðvitað með óvissu tölur í kringum þessar 605 milljónir. Þetta er talan sem er satt fram og svo er ákveðin prósentutala upp og niður og það er bara á þessu bili sem að þú nefnir.
og þetta bara kostar allt saman alveg heil mikið og bara hönnunarkostnaðurinn, þú veist, er alltaf 10% ofan á, þannig að hann breytist líka til og frá eftir hvað þetta er dýr framkvæmt, sko. Og við höfum auðvitað lagt gríðarlega mikla vinnu í það að kanna með, eins og ég kom inn á áðan, hvort að það sé fýsilegur kostur fyrir bæjarfélagið að fara af stað í uppbyggingu á þessari svokölluðu búblu aftur. Og við getum ekki svara fyrir ákvarðanir sem eru teknir í Ölfusi eða hvaða mál eru tekin á dagskrá þar, en við bara óskum þeim allsins besta í því sem að þau taka sér fyrir hendur og bara vonandi gengur þetta þá bara vel hjá með þá hvað að ferða þessa leið, en við tilum það ekki forsvaranlegan kost fyrir bæjarfélagið okkar hér. Allavega hér í meiri hlutanum. Heyrðu, nú voru svolítið mikið á höndum á lofti, þannig að við verðum að fara svona stytta mál ykkar svolítið. Klukkan er 9:30 ef við ætlum ekki að fara fram yfir lögbundin útvistatíma. Þannig að Jóhanna ætla að fá að svara hérna aðeins. Já, hún er búin. Hann er búin að bíða mjög lengi hérna þessi Ég er maður búin á. að bíða miklu lengur hvað sko. Ekki viss, en Er ég næstur? gjörðu svo vel Simmi. Takk fyrir það. Sigmar Karlsson heiti ég. Ég er nú með nokkra spurningar. Sko, í fyrsta lagi kannski langar mig til þess að setja stórt spurningamerki við að það sé búið að kanna til lítar físilíkan í því að endurreisa loftborðið íþróttamannvirki og tek undir áskorunina hjá Hjalta og ég bara skora á móti að Hjalti verði formaður í þessari nefnd. Ég held að það færi vel á því. Líst vel á að þessi nefnd verði sett á laggirnar og ég hjó líka eftir því að Jóhann hafði orðaði að hún voru hlýnt lýðræði og þá veit ég kannski rifja upp að við í D-listanum lögðum fram tillögu þar sem að við vildum að þessi ákvörðun væri færi í íbúakosningu. Þeirri tillögu var hafnað á meirihlutanum. Þannig að það er eitt að segja og annað að gera í þessu og svo kannski væri ég til í að heyra sjóna með bæjarstjórans í þessu. Ég hef nú síðan spíkspora í nokkrum íþróttahúsum í gegnum tíðina, verið gaman að heyra hvaða skoðun hann hefur á þessu og að lokum langar mig að setja hitan á félaga minn Eyþór og þó ég sé nú kannski ekki jafnmikill sagfræðingur og njörður vinur minn, það var stundum gaman að líti í baksýnisspegilinn og ef þú myndir bara fara yfir Eyþór, ef að kosningarnar hefðu farið öðruvísi, hvernig við hefðum hugsað þetta, hver okkar forgangsröðun hefði verið, svona þannig við getum séð það aðeins fyrir okkur. Heyrðu, og fleiri spurningar úr sal, en hann er búinn að bíða mjög lengi þessi vinur minn hérna og svo er einn alveg aftast. Ég ætla að vera sér líka að standa upp. Gjörðu svo vel. Jóhanna. Nei, nafnið. Brandur Gíslason heiti ég. Gjörðu svo vel. Jóhanna, það er ekki gaman að ræða þessi íþróttaósmál. Alls ekki. Og við skulum líka hafa eitt í huga að það eru búin að vera jarðhræringar í Grindavík og Grindvíkingar afallorðið að flytjast að heiman. Við skulum bara setja það í beint samband þegar Hamarshöllin fór. Og allt þetta unga fólk, íþróttafólk og aðrir í Hveragerði eru þau heimilislausir. Og eru það ennþá 2 árum seinna. Þess vegna spyr ég, fyrir að fyrsta ætli að taka þessari áskorun unga mannsins sem er að leggja til þessa nefnd og varðandi knattspyrnuna, ég held að hefði komið fram hérna að það er hægt að nota grassvöllin þarna inn í þessari Hamarshöll fyrir Hamar og svo er komið fram hér spurning hvað er búið að eyða miklum peningum í allt þetta rugl því að þessi meirihluti komst til valda á staðreyndar tilfærslum. Ég ætla nú ekki að fara að ræða meira það, ég banna það. En það sem stendur upp úr, hver er, að við hefðum skellt þessari höll upp strax, hvað værum við búin að spara mikla peninga? Fyrir það fyrsta, þá stæðum við ekki hér núna á þessu fundi, við værum upp í Hamarsvall að æfa okkur. Ef við ekki að taka einn hennan aftasta. Ef við ekki að taka eina spurningu í viðbót eða einn viðmælanda sem er þarna aftastur. Hann er búinn að bíða líka svolítið lengi.
Halló. Sæl, ég meina spurningu hérna úr Jón Aron heiti ég, íbúi hérna í Hveragerði og meina spurningu allavega til bara ykkar. Hvernig er það að 600-900 milljón króna viðbygging við skólamörkina sé raunhæfur kostur þegar ekki hægt að byggja svipaða höll upp í dal? Og það er bara mín spurninga því að þetta virðist vera sami kostnaður og eins og við vitum þá er náttúrulega mun ódýrara að byggja loftboru hús. Mig persónulega langar rosalega mikið í hjólhýsi, en ég á bara tjaldvagn. Þannig við þurfum að smíða okkur líka stakk eftir vexti af því að við höfum ekkert efna á öllu þessu rugli. Takk. Og hverju má bjóða? Það er Eyþór allar að Jóhanna var á undan Eyþór, þannig að Jóhanna byrjar. Má ég fá að svara hérna kannski Brandi? Já, hún ætlar að fá að taka eitt hérna áður. Hann er búin að bíða svolítið lengi hérna. Voða spakur. Já, bara að tala. Já, sko, það tóku nú flestir að mér, já, Jóhann Pétur heiti ég. Tóku nú flestir að mér hérna orðið gangvart fótboltanum, ég ætlaði aðeins að fara inn á hann. En mér langar bara svolítið mikið að vita af hverju munar og yfir 200 milljónum á loftbornu húsi gangvart Sjálfstæðisflokknum og þeim sem að stjórna þessu. Hvar liggur þessi munur? Akkuru kostar þetta 80 milljónir í miðjunni en það kostar 320 milljónir þarna hinum megin. Takk fyrir. Heyrðu Jóhanna, þú byrjar. Takk Brandur fyrir brýninguna. Af því að ykkur var að tala hérna söguna, þá ætla ég aðeins að rifja upp söguna. Ef að tillögur A-listans árið 2010 hefðu náð fram að ganga, þá hefði ekki verið byggð loftborin höll, þá hefði íþróttahúsið við skólamörk verið stækkað. Það er svar mitt við spurningu þinni. Takk fyrir. Með að þau eru að hugsa því ég var þá formaður Hamars, það mátti ekki byggja það við íþróttahúsið af því að þá er það engin bílastæði. Halló, já, nú heyrist. Það er hérna nokkur atriði sem ég langaði til að bregðast við og byrja á Sigmari kannski. Ég vil nú kannski ekki endilega vera baksýnisspegilinn. Við töpuðum kosningunum 2022 og það er bara svoleiðis. En við vorum náttúrulega með mjög skýra stefnuskrá og vildum náttúrulega endurreisa þetta loftborna hús. Það var bara markmiðið. Við tókum ákvörðun á síðustu stundu fyrir kosningar vegna ósættis og bara hreinlega það logaði samfélagi hérna að bíða með pöntunina. Við vorum komið tilboð í dúk og varahluti sem vantaði en ákvaðum að bíða fram með kosningar og það var kannski eins gott því að þá gat nýr meirihluti tekið málið á sínum forsendum. Síðan var á stefnuskráni líka gervigrasvöllur fyrir knattspyrnuna og viðbyggingu í íþróttahúsið. Það lá kannski ekki rosalega á viðbyggingu í íþróttahúsið vegna þess að það var aðstæða þá sannarlega upp í Hamarshöll en það vantaði gervigrasvöllin og hann vantar ennþá. Þetta er svona í megin dráttum en auðvitað átti síðan að halda áfram endurbótum á sundlaugin og svo framvegis. Ég veit ekki hvort að Jón Aron, hann spurði þarna 600-900 milljónir fyrir viðbygginguna en það er kannski, sko það tilboðið held ég lægsta tilboðið sem að kom í byggingu Hamarshallar upp frá úr varanlegu byggingarefnum eins og það er kallað. Að hún var 1,4 milljarðar og gat orðið miklu meira þegar að það væri fullbúið. Þannig að það er verulegu munur þarna á. Jóhann Pétur spurði af hverju væri þessi gríðarlegi munur á sjálfstæðismönnum eins og hann kallaði það og meirihlutanum í tölum. Og ástæðan er hreinlega svo að við höfum náttúrulega reynsluna og vitum að 70% af fjárfestingunni er þarna og við vitum hvað dúkurinn kostar.
Við vitum að við fengjum samstöðu hjá Hamri og fleiri aðilum til að hjálpa okkur að skrúa hann saman eins og við gerðum hérna 2012. Þannig að það væri hægt að gera það með hagkvæmum hætti. Við getum beðið með gólfið ef það er hægt að nota steypta gólfið. Þannig að það eru svona ýmsir þættir sem hægt er að bíða með og kannski setja ekki upp skjólvegg og svo framvegis eins og ég hef lýst hérna áður. Þannig að með ítrustu tölum væri kannski að teygja þetta upp í 300 milljónir en það er bara engin ástæða til þess. Geir, hann ætlar að svara Sigmar. Varandi spurningum þína Sigmar, hver mín afstæða sé, þá í sjálf og sér hefur hún ekkert breyst. Ég hef ekki verið hlynntið því að setja upp loftborið hús. Ég tel að Hamarshöllin hafi gert gríðarlega gott fyrir Hveragerðisbæ og verið frábær aðstæða og það er almennt þannig að ég lít á alla íþróttastöðu sem einn á hornsteinu hvers einasta bæjarfélags. Og þetta er gríðarlega mikilvægt málefni en það er ekki auðleyst. Og ég sem bæjarstjóri, ég þarf að kannski koma inn á annan punkt og ég veit ekki hvort þú ætlar að flokka það sem út fyrir efnipunkt. En sveitafélagi stendur frammi fyrir gríðarlega miklum fjárfestingum. Og þá gæti samt sem ára, akkur gerum við þá ekki loftborið hús? Og þá þurfum við bara að vera tilbúin að svara því, er það ábyrgt? Og ég ætla svo sem geta að fara sérstaklega út í það af hverju þetta er afstæða mín. Hún er mjög margþætt. Og ég er búin að sitja og komast að ýmsu og sjá margt og lesa mig til og annað. Og þetta er bara afstæða mín, hún hefur ekki breyst. En bara svo við áttum okkar á því að hér er að stækka bærin 5-6-7% ári. Það er fullt af fólki sem vil búa hérna og við erum verið að taka á móti eins vel og við mögulega getum. En íþróttaaðstæðan ein og sér dugar ekki til þess. Það eru innviðir sem verða verið í lagi. Það er krafa um að byggja skóla, 3. áfangin í gangi, 4. áfangin kemur fljótlega. Þetta er kostnaður fyrir 2 árum upp á 1,6 miljard. Svo geta allir framreiknað. Við erum með leikskóla, þegar ég kom, þá var hann á teikniborðinu upp á 1300 milljónir. Og með stækkun á Óskalandi, bara starfsmannaðstöðu á teikniborðinu 300 milljónir. Í dag stöndum við frammi fyrir því að fráveitan er farin. Frábæra fráveitan okkar, hún hefur ekki undan. Út af hverju? Af því að það er svo ofboðslega mikil bara íbúa fjölgun og byggja það fólk í dalnum sem kemur 300-400.000 manns á hverju einasta ári. Og þetta þurfum við líka að glíma við. Þannig að þetta eru miklu peningar og miklu áskoranir og þetta þurfum við að hafa allt saman í huga. En svo ég kom aftur á aðstöðinni, þannig að þetta hefur bara verið höfuðverkar að leysa, það er bara þannig. Það er ekki, og ég held ég fullyrt það, þegar ég tala fyrir hönd allra í bæjarstjórn, það vilja allir koma með lausnir, það vilja allir geta staðið við þetta og ég er þar algjörlega partur af þeim vilja. En þetta er bara snúið mál. Hjalti kom inn á nefndina og ég get tekið heilsvegar undir nefndina, þar að segja, það var frábær nefnd. Hún skipa mjög góða hæfumönnum. Mér bara veittist og heiður að sitja með þessa fundi þar sem voru að taka þessi málefni fyrir og þeir unnu mjög röggsamlega og þetta voru menn með mikla þekkingu. Þannig að það vantaði ekkert upp á að þar voru teknar góðar ákvarðanir. En það breytir samt því ekkert að við þurfum ekkert að finna lausnina. Mér finnst þetta að vera gott skref sem hefur verið að reyna að stíga, sem meirihlutin er sem að bæjarfulltrúar hafa komið sér saman og mér finnst vert að skoða hana. Hér hefur verið mikið talað tölur og ég er kannski þorra fullera það að dúkurinn sjálfur fyrir 2 árum kosti 80 milljónir. Við skulum segja bara ennþá í umbúðunum. Það átt eftir að gera allt. Þannig að ég held að það svo kostnaður sé, ég held ekki að fara með alls ekki rangt mál, einfallega út frá þeim gögnum sem ég hef séð. En ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að því að við verðum og ætlum okkur að koma þessi lag og ég leiði mér að tala fyrir hönd bæjarstjórnar með það að það er einstaklega mikilvægt að okkur takist að vera samhent þetta. Því að persónulega finnst mér bara ekkert ganga lengur þessi óeining og það er bara þannig að jafn mikið og délistinn þegar hann var við völd tók á sínar ákvarðanir og þá ber bara virða þær og það er það sama varandi núverandi meirihluta. Þegar hann er við völd, þetta er niðurstaðan, ef þetta er niðurstaðan þau vilja það ekki, þá ber bara virða þá þurfum við í sameiningu að finna samt aðra lausn. Takk.
Þá er það Eyþór. Já, það ber að virða niðurstöðuna en það er ekki þar með satt að við séum allavega sátt við hana. En mér langar aðeins að koma inn á þetta með það sem Dagný sagði áðan að það hefði farið fram þessi athugun sem að Hjalti var að leggja til. Ég hef ekki séð neina niðurstöður úr þessari athugun og engar skýrslur eða neitt þessa athugun. Það hefur ekki verið neitt á opinberum vettvangi þetta. Þannig að mér þætti að minnst kosti forvitnilegt að sjá þær og fundagerðir og annað sem að hafa þá væntanlega orðið til. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir þessi fyrirspurnir og ég bara tek undir margt af því sem að Geir kom inn á hérna. Mér langaði bara að koma inn á að varðandi þessa áætlun og kostnaði fyrir búbluna að þá erum við bara að horfa á greiningar okkar sérfræðinga og það liggur fyrir skýrsla frá Verkís frá því að búblan fjall og við getum öll gert ráð fyrir því að sá kostnaður hafi hækkað alveg töluvert síðan þá og þá var verið að horfa í 300 milljónir fyrir reista höll með þá gólfin inni en ég eins og Geir kom inn á þá eru 100 milljónir fyrir að vera búin að reisa dúkinn og koma öllu havarínu fyrir. Ég held að það sé varlega áætlað, ég held að það sé nær frjálslega áætlað og ég held að það sé nær 150 milljónum en það er líka þá tekið með inn í reikningina að það hefur hækkað aðeins verðlagið. Bara svo það sé sagt þá bara höfum við kannski einna helst verið gagnrýnd fyrir það að hafa tekið of langan tíma í þessar ákvarðanir og það hefur verið að því við höfum viljað vinna þessa grunnvinnu, þessu undirbúningsvinnu þannig við séum örugglega að taka sem hagkvæmastar og árangursríkastar ákvarðanir fyrir Hvergisbæ og við hefðum auðvitað viljað að útboðið hefði farið öðruvísi og við værum komin af stað með höll upp í Dal því við vildum nýta fjárfestinguna sem var fyrir þar og við fórum alveg þá leið líka að skoða hvort að það væri hægt að koma upp dúknum á hagkvæmari hátt og við skoðum allar lausnir sem stóð okkur til boða og það var meðal annars út af því sem að virtist ekki hafa verið staðið við í gerð dúksins á fyrri stigum og út af erfiðum samskiptum við Dól sem er seljandi og afhendingaraðili þessa dúks sem að okkur fannst það ekki vera nógu góður kostur og erfitt að treysta aðila sem að hefur ekki skilað almennilega af sér á fyrri stigum og það er hluti af ástæðan fyrir því að dúkurinn féll. Þannig að ég bara, mín persónulega skoðun er svo að við ættum allavega ekki að semja við þann aðila og svo væri svo framkvæmd líka að mínum átti eitthvað sem ætti að fara í útboð og það hefði líka lengt tímaramman og þessi tímarammi sem var gefin upp fyrir þá framkvæmd eftir að við tökum við, hann hefði aldrei verið komin upp dúkurinn fyrir árgangin eftir, þannig að það hefði gengið skammt en ég held að það sé kannski búið að ræða bara alveg í þaula þessa sögu sem við viljum öll bara virðingu fyrir en það breytir samt ekki stöðunni í samfélaginu og þá innan þessara flokka sem að stýra bæjarfélaginu líka, það er ekki samstæða og sátt uppbyggingu Hamarshallarinnar og það eru margir þeirra skoðunar að hún nýttist vel að vissu leyti en það leiði ekki öllum vel þar inni og sömuleiðis þá er þetta fjárfesting sem að er ekki hægt að ábyrgjast að standa í ákveðin tíma og hún er dýr fyrir bæinn og við þurfum að fara í heilmikla uppbyggingu á innviðum eins og hann Geir kom inn á þess að ég fari nánar út í það og við viljum byggja hér til framtíðar. Við viljum ekki vera í sömu stöðu eftir nokkur ár. Þannig að og við erum enn að greiða fyrir búbluna. Já, en ég læti þetta duga í bili. Takk. Heyrðu, nú eru 10:10 og það eru 3 sem hafa beðið orðið og mælendaskrá er lokað. En mér langar aðeins áður þegar beri spurningarna að þetta loftborna hús okkar, Hamarshöllin, var reist með að gefa formaður og það fer óskaplega taugaðan á mér þegar hvergenninga kalla þetta blöðru og búblu. Mér finnst það bara vanvirðing við störf okkar sem stóðum að þessu og við húsið sjálft svo ég tala ekki það. Heyrðu, þá er það síðasti bit í háls, þessir 3. Já, góða kvöldið, Þórhallur heiti ég Einarsson, fyrirverandi formaður Hamars. Það er sterkt högin á millokkar Gauju, hún var formaður þegar Hamarshöllin reis og ég var formaður þegar Hamarshöllin fjall.
Það var alveg klárt vorið sem að höllin fjall að þarfir íþróttafélagsins voru tvenns konar. Það var að koma öllum iðkendum í skjól og hugsa til skamms tíma. Og þetta voru umræður sem var mjög mikið sinnt innan íþróttafélagsins og með þáverandi bæjarstjórn. Og við vorum öll sammála að það þyrfti að horfa fyrst og fremst til skemmri tíma til þess að sporna við iðkenda brottfalli og hlúa að þessu viðkvæma sjálfboðaliða starfi sem í gangi. Jafnframt því sem ætti að horfa til lengri tíma. Hvernig stendur á því að þið virðist núna með ykkar tillögum vera í þeirri stöðu að við erum í 4 ár, ef að þetta komið upp 2025, í 4 ár eru iðkendafjöldin í aðstöðu sem ekki við hæfi. Þannig að við langar að beina þessar spurningu til ykkar, hafið þið hugsað heilt yfir í þessi 2 ár sem liðin, hvað íþróttafélagið í rauninni hefur borið mikinn skaða af? Og næsti. Helga, þú að finna. Þessi gæi. Þessi gæi, Friðrik. Komið sæl, Friðrik heiti ég, bæjarfulltrúi í Hveragerði en einnig bara fyrst og fremst Hamarsmaður. Ég tek bara hattinn ofan af fyrir þjálfurum Hamars, stjórnarmeðlimum, foreldrum og iðkendum að hafa þurft að vera í þessu aðstöðuleysi síðustu 2 ár. Fyrir kosningar og eftir kosningar hafa allir bæjarfulltrúar talað mikilvægi þess að hlusta á Hamar, að þau þurfa að fara eftir óskum Hamars. Núna Hamar að koma hérna fram og segja að þau vilja loftbor íþróttahús, þá ekki hlustað, ekki samstaða. Samt Hamar að biðja loftbor íþróttahús. Þau hafa ekki tjáð sig með þessum hætti fyrir núna. Þau hafa hingað til bara sagt að þau vilja fá íþróttaaðstöðu sem fyrst. Núna fyrst þau að koma fram og biðja loftbor íþróttahús. Þá ekki hægt að reisa loftbor íþróttahús. Svo kom Guðjón aðeins inn á það hérna í framsögunni sinni og sem hefur eiginlega ekki verið svarað. Hvaða fullvissu hefur íþróttafélagi fyrir því að þessi viðbygging við íþróttahúsi verði að veruleika? Nú meirihlutinn búinn að fella 3 sinnum sína eigin tillögur. Fyrst þegar þau buðu út stálgrindarhúsið á Hamarshöllina, felldu það. Svo fóruð í samkeppnisútboð, það var ekki að veruleika. Og svo fóruð í þessa fáránlegu hugmynd sem ég fagnaði sé búið að fella, að reisa hérna einhverja íþróttaskemmu fyrir neðan þjóðveg sem ég barðist hart á móti. Hvaða fullvissu hefur Hamar fyrir því að þetta verði komið upp hérna eftir 18 mánuði? Því að Dagný talar að ytri aðstæður séu ekki góðar, sem rétt. Geir talar alla hina uppbyggjunum sem þarf að fara í, grunnskóla, leikskóla, fráveitu, gatnagerð og svo framvegis. Ég skildi ekki. Svo kom nú Jóhanna með svolítið góðan punkt, sko. Hún sagði, auðvitað vildum við að Hamarshöllin væri hérna áfram, en samt vill hún það ekki. Þið eru svo mótsagnakennd hérna eitthvað. Hamarshjarta mitt, það ég vil fá íþróttaaðstöðu upp sem fyrst. Að reisa hérna loftbor í íþróttahús eða kostar 100 milljónir, það bara eins og 1 parhús hérna í Hveragerði, sko. Og þó að það væri ekki nema til 10 ára, 10 milljónir ári að borga það niður. Takk. Og þá það sá síðasti en ekki sá sísti. Gjörðu svo vel. Nú slögt á hann. Þetta orðið nóg. Jóhanna, þú ætlar að fá það fyrst. Halló, Óli heiti ég Reynis. Hann svo síðast. Ég var að velta fyrir mér að þessi teikning sem var sýnd að þessu framtíðarhúsi alveg gríðarlega falleg og alveg ábærandi svona framtíðarsýn og framtíðarsinfonía. Við erum búin að segja það, þá var ég að velta fyrir mér, við menn voru að tala peninga sem væri að koma í tryggingafé út úr Hamarshöllinni, hvað 90 milljónir, 100 milljónir. Þýðir það að ef við myndum kaupa aðra Hamarshöll að hún myndi ekki vera tryggð og ef við greiti að kæmi tjón, ég myndi ímynda með það. En ég var að velta hinum fyrir mér sem bara skakkreiðandi í Hveragerði. Ekki sanngjarnt að Hveragerðingar fá eitthvað með þetta að segja hvort eigi að halda áfram með þetta dæmi
Við erum með 2 ára gamalt mál, við erum með 9 ára upplýsingar, 9 tölur, 9 kostnaðaráætlanir og ekkert að þessu er eins og að fara af stað með. Er ekki sanngjarnt að það er bara farið fram á það að það er gerð lýðræðisleg kosning og menn bara taka ákvörðun þetta, á að halda áfram með þetta dæmi eða ekki? Takk fyrir. Takk fyrir og þá er það Jóhanna. Já, mér langar að þakka bæði Tolla og Friðriki fyrir sín innlegg og það kannski finnst þér í tali kross en ég auðvitað er bara í auðmýkt minni vil ég auðvitað að það sé góð íþróttaaðstaða fyrir iðkendur allra hérna í Hveragerði. Hamarshöllin var hérna, það var ákveðar á 2010 að fara í þá höll, hún var reist hérna 2012. Ég satt nú sjálf þá í A-listanum og þá var til A-listans að fara í að stækka íþróttahúsi og þá kom í ljósráni Guðja að fara ekki að byggja við bílastæðin en við horfum nú kannski aðeins að máli núna. Og hér erum við í þeirri stöðu sem við erum í núna. Okkur vantar Hamarshöllina, okkur vantar íþróttaaðstöðu. Það var byggð hérna fyrir 10 árum íþróttaaðstaða sem að kom í ljós og er bráðabirgðalaust. Við gátum nýtnara gríðarlega vel að með hún stóð og auðvitað hefði ég viljað að hún hefði ekki fokið. Hver óskar þess að eitthvað mannverki fjúki eða slitni eða hvernig sem við útskynum það. Auðvitað viljum við öll halda mannverkjunum okkar af því að við þurfum á þeim að halda. En það sem við höfum verið að reyna að segja hér og koma hér á framfæri er að mynda eitthvað sátt eitthvað varanlega lausn. Ef það hefði verið, það er rosalega leiðilegt að segja ef og hefði. En ef það hefði verið farið eitthvað aðra leið fyrir 10 árum síðan, þá værum við ekki í þessari stöðu. Þessi staða sem við erum í núna er af því að við vorum með hús sem er loftborið og með allri virðingu fyrir því, ágæta mannverki, þá stendur það ekki áfram. Það stendur ekki lengur, en samt er fólk hér að tala að fara í þá fjárfestingu. Við höfum velt hverjum steini til þess að fara í skoðun og hvað er best að gera fyrir Hveragerðinga, hvað er best að gera fyrir samfélagið. Og það allan að niðurstaðan hefur leitt þá, sú greining hefur leitt þá niðurstöðu ljós að við færum aðra lausnir, við færum í varalegri fjárfestingar og ég veit að tekur á. En þetta er allan það sem ég vildi fá að segja þetta, bara að svara ykkur ágætu félagar, Tolli og Friðrik. Takk. Fleiri sem vilja, Eyþór. Halló. Er það alltaf að fikta í þessu eða? Þessi virkar. Mér langaði að bregðast við nokkrum atriðum hérna, eitt frá Tolla sem auðvitað á Þórhalli sem við höfum náttúrulega öll sameiginlega áhyggjur af, það er þetta brottfall og það verða liðin 4 ár, það er vissulega rétt ef það ekki verið gert neitt í þessu og þetta er bara heil kynslóð af börnum og við erum að missa út iðkendur alveg hægri vinstri og skaðinn er eiginlega bara endalaust mikill og til framtíðar og já, vonandi missum við ekki þessa krakka í bara einhverja vitleysu út af þessu. Friðrik rakti ágætlega þetta með söguna en lykilatriðið er náttúrulega hlusta á stærsta hagsmunaaðilann í þessu sem er Hamar vissulega og hann hefði þurft og félagið þyrft að vera og þarf að vera alltaf í upplýst og spurt hvað viljiði, hvað þurfiði og svo framvegis. Svo eru náttúrulega aðrir eins og golfklúbburinn og sundið, eldri borgarar og svo framvegis sem að geta nýtt, ekki sundið að vísu Hamarshöll en kannski, en allavega þá er þetta að nýta og hvort þetta heitir líkamsrækt og allt þetta. En Óli Reynis kom aðeins inn á þetta með trygginguna, svarið við því hvort hún yrði tryggð ef hún verið endurbyggð, það er bara já. Sjó var búið að staðfesta það á sínum tíma og tryggingar eru til þess að borga tjón þegar tjón verða. Og ég styð það allan tíman og ég skal algjörlega hætta að tala loftborið hús ef það er fellt í lýðræðislegri kosningu meðal bæjarbúa. Þá skal ég aldrei minnast á þetta aftur. Og það er bara þannig að það getur allt tjónast og Jóhanna getur ekki fullyrt það hér að við værum ekki hér ef það hefði verið farin önnur leið 2010.
það hefði geta fókið líka og það hefur sýnt sig að stálgrindarhús og alls konar hús, þau geta brunnið, þau geta fókið og svo framvegis. Stækkun íþróttahús líka að hún hefði ekki þjóna knattspyrnunni, þannig að Jóhanna segir hérna, hún hefur verið að tala stækkun íþróttahús, en það hefði ekki þjóna knattspyrnunni, við hefðum þá þurft allavega gervigrasvöll og innanhús aðstöðu fyrir knattspyrnu. Takk. Eru fleiri sem vilja leggja orði belg áður ég slít fundi, Dagný? Takk. Svo ég kom aðeins inn á þetta með tryggingarnar fyrir loftbornu húsi. Svona nýjustu upplýsingar sem allavega ég hef verið að það ekki öruggt að hún fengist tryggð aftur samkvæmt svona nýjustu upplýsingum. Og inn í það spilar að það ekki búið að ná lendingu við sjóvá sem að tryggði höllina endanlegar tjónabætur og það og bæði við restina af bótunum fyrir höllina og síðan búnaðinn sem ekki búið að greiða út og það verið að vinna hörðum handum að því að lenda þessu en það sem hefur meðal annars komið í ljós við þá vinnu einmitt skýrsla það sem kemur fram að dúkurinn hafi ekki verið að þeim styrkleika sem hefði mátt búast við og fleira. Þannig að það ekki öruggt að hún fengist tryggð. En svo sömuleiðis þetta mjög dýrt að tryggja hana að nýju. Af því að þetta áhættu mannvirki í rauninni í íslensku veðurfari. Var ekki búið að koma inn á flest annað? Ég held annars að það hafi verið komið inn á flest annað. En þetta mál verður tekið fyrir í bæjarstjórn núna á 50-daginn. Að búið að senda út fundaboðið. Þar verður tekin ákvörðun sameiginlega af allir bæjarstjórn ef að plönin ganga eftir og engum snýst hugur. Við erum að leggja fram sér sameiginlega tillögu að fara þessa leið og það verður vantarlega samþykkt á fundinum og svo verður þetta sett í farvegi beinu framaldi. En það þetta bara eins og með allt annað að ef það kæmi síðan heiminn á fjárhæð út úr útboðinu og það bæri ekki stætt að fara þá leið, þá væri það þannig. En við búumst ekki við því. Við búumst við því að þetta gangi eins og við erum að leggja upp með og við leggjum gríðarlega áherslu á það í þessari vinnu að allar kostnaðaráætlanir séu með þessari óvissu innbyggðri. Þannig að við lendum ekki í sömu stöðu og áður. En já, og við erum að fara að áfangaskipta þessari framkvæmd þannig að hún geti í rauninni rúmast innan fjárhags bæjarins og það auðvitað líka nýtt að nálinni að við séum öll í bæjarstjórn, allir flokkar sem að stýra bænum að við séum á einu máli hvaða skref að taka næst og það ákveðin trygging í því að hér séum við að ná sameiginlegri lendingu og sátt framhaldið og ég held að það bara vegi ansið þungt en að öðru leyti þá gildir auðvitað bara það samþetta og allar aðra framkvæmdir. Eyþór og svo lagga ég mælendaskrá ykkur við háborðið. Já, ég skal þagna. En ég bara staðfesta það, við munum heilsuga standa á bakvið þessa tillögu sem að liggur fyrir bæjarstjórn og við munum styðja hana auðvitað gagnvart því að þetta verði ekki eitthvað brjálæðislega dýrt en auðvitað geta hluti farið eitthvað fram úr en þetta áfangaskipt. Það fyrst verið að fara í einfalt hús sem í rauninni bara hráskemma eða þannig svona skjól og uppbyttað og það allt saman náttúrulega en í framhaldinu því síðan byggt við aðstæða fyrir anddyri og innkomu og jafnvel skrifstofu fyrir Hamar og hvað má nefna og þannig að það þá framtíðarmúsíkin en allavega þessi fyrsti áfangi hann vonandi bara í höfn og allir styðja það. En það breytir ekki því að þetta ekki hinn eina sanna endanlega lausn á næstu vikum, mánuðum. Við þurfum að ræða áfram aðrar lausnir sem að koma ofan á þetta. Já, ágætu fundamenn, ég þekka ykkur kærlega fyrir málefnalegar og skemmtilegar umræður. Ykkur hér við háborðið þakka ég kærlega fyrir ykkar framlag og ég ætla að senda ykkur heim með örlitla stöku í haustnum því að ég held að ef við vinnum eftir þessar litlu stöku þá muni hér lýsa glæsileg mannvirki. Og hún svona, vertu glaður vinur hér, vinn af trú og festu, þá mun Guð og gæfan þér gefa launin bestu. Takk fyrir.